blessið. Það kominn 13. október og þetta þátturinn Rauðaborðið á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson. Við endum þáttinn í kvöld á viðtali við gamlan skólamann sem eitt sinn var nú bara daglegur gestur hér í fjölmiðlum. Eiríkur Jónsson heitir hann, fyrrum formaður Kennarasambands Íslands. Hann ræðir álitamál og áskoranir sem blasa við í kennslustarfi, ber saman tímana tvenna og meðal annars ólíkan aga og minni hér í skólastofunni en í samanburðarlöndum. Hvað skyldi skýra það? Einar Freyr Elínason, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, ræðir breytta stöðu byggðamála þar á undan. Það orðið mikill vöxtur í byggð á Suðurlandi og austur af Vatnajökli og því fylgja mikill tækifæri en einnig áskoranir, ekki síst menningarlegar. En það löngu liðin tíð að Reykjavíkursvæðið bólni út á kostnað landsbyggðanna. Nú fjölgunin eiginlega bara út allt land sem áhugavert. Nú Brynja Elisabeth Halldórsdóttir, dósent í gaggrínum menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Hún ætlar að segja Gunnari Smára frá bókinni Allt ástina eftir Bell Hooks sem hið Íslenska bókmenntafélag gefur út. Þurfum við að rækta ástina og læra að nota hana til að bjarga heiminum? Kannski það bara þannig. Katrín Anna Lund, mannfræðingur og prófessor í land- og ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands, ætlar líka að ræða við Gunnar Smára ferðaþjónustu á villigötum, hvort gróðasókn fárra hafi ráðið of miklu í þróun ferðamennsku á Íslandi. En við ætlum að byrja á umræðu sem spyr stórra spurninga. Hvort við séum að leita langt yfir skammt þegar við leitum lausna við gríðarlegu lyfjaáti barna og ungmenna vegna geðrænna kvilla. Vond andleg heilsa ungs fólks hefur kostað 700 mannslíf á einum áratug. Og Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur, hún sem sagt kemur hér eftir skammastund og hún vill beina sjónum að mataræðinu umfram allt annað. Hún segir brýnt að endurhugsa stefnu í geðheilbrigðismálum, ekki síst barna, eiginlega frá grunni. Þannig að það verður forvitnilegt að bera þetta viðtal sem og önnur viðtöl kvöldsins á borð fyrir ykkur. Kæru hlustendur og áhorfendur, áður en við hefjum dagskrána þá langar mig að minna á það að við erum háð ykkar stuðningi og höfum fengið og fáum daglega mikla hvatningu, en það ekki síst hinn fjárhagslegi stuðningur, hinn fjárhagslega hvatning að þið gerist áskrifendur eða styrktaraðilar samstöðvarinnar sem að getur skipt okkur öllu máli það hvort við höldum áfram að blómstra og dafna og búa til efni fyrir ykkur. Það eru hægiheimatökin, ef þið farið inn á samstöðin.is og skrollið niður þá finnið þar hnapp þar sem ástendur áskrift og ætti ekki taka nema 1 eða 2 mínútur að bóka hlægilega lágan stuðning, vilja sumir segja, aðeins krónur 2750 lægsta gjald á mánuði til þess að leggja ykkar af mörkum. En við fáum hér örstuttar auglýsingar eftir andartak og svo hefjum við leik á áhugaverðri umræðu mat og börn og höldum svo áfram langt fram eftir kvöldi. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Húnavellir.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Jæja krakkar,
Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar börn. Í dag ætlum við að ræða geðheilsu þeirra og tengsl geðheilsu við mat, líkamlega næringu og hvaða áhrif hún hefur á andlegt eldsneyti okkar og ekki síst barnanna okkar. Velkomin, Vigdís M. Jónsdóttir, þú ert sálfræðingur. Já. Og þú hefur svolítið verið að beita þér fyrir því að segja okkur frá því að við þurfum þegar við erum að ræða mikinn fjölda raskana hjá börnum og vonda geðheilsu margra barna. Þú hefur verið að koma sem sagt með mjög svona veraldlegt jarðbundið innlegg í þetta. Sem það að við gleymum að pæla sem skildi í því hvernig börnin okkar eru að borða og hvaða áhrif það hefur á heilsu þeirra. Nákvæmlega. Og bara takk fyrir þessa greinar, ég lesi 2 greinar frá þér á Vísi og síðari greinin þú skrifaðir hana innblásin af færslu Gríms formanns Geðhjálpar Atlasonar sem rifjaði það upp fyrir skemmstu þegar við vorum öll að ræða fjölþóttaógnir að enginn hefði ennþá dáið úr fjölþóttaógn hér á landi en 752 Íslendingar látist á síðustu 10 árum vegna geðheilsu vanda, sjálfsvíga og lyfja eitrunar. Einmitt. Þannig að ég ætla að gefa þér orðið núna og byrja á því að spyrja hvað ættu börnin okkar að vera að láta ofan í sig og hvað hefur það mikil áhrif á andlega líðan þeirra að þau séu ekki að næra sig sem skildi? Í stuttu máli myndi ég segja og það kannski eitthvað sem að við vitum öll og mjög basic þekking að þau eiga að vera að borða helst engan sykur, mun minni kolvetni, sérstaklega sleppa þessum einföldu kolvetnum og öllum unnum mat og kannski langar mig að segja frá því hvernig ég fór inn í þetta svið sem að heita efnaskiptageðlækningar eða metabolic psychiatry sem tiltölulega nýtt svið. Endilega. Þar sem að þær að fjalla raun og veru þar sem að veldur geðröskunum og þar sem að kveikti í mér í varðandi greinina Gríms bara þessi fjöldi sem að glíma við alvarlegan vanda og virðast ekki vera að fá hjálpina sem að það þarf. Þá þetta svið að skoða rótvandans, hvað það sem að valda geðröskunum og samkvæmt efnaskiptageðlækningum þá eru geðraskanir efnaskipta sjúkdómar heilans. Já. Og það sem það þýðir einfaldlega að frumurnar í heilanum ekki að vinna nægilega vel úr glúkósa sem að flestir keyra á, þar að segja glúkósa sem kemur úr kolvetnum. Já.
Og þegar að hvatberarnir starfa ekki nægilega vel, þar að segja að þeir fá ekki orkuna sem að þeir þurfa að geta ekki unnur glúkósunum, þá verður ekki til orka eða ATP. Og á sama tíma, og afsakið sé að verða svona fræðileg, fyrir mér var þetta svo mikilvægt að skilja alveg til hlítar til að sannfærast að ég þyrfti að breyta mataræðinu mínu. Þannig að þegar að hvatberarnir starfa svona illa og heilin að svelta og boðefnastarfsemin jafnframt verður fyrir ójafnvægi, þar að segja serotonín, dópamín og öll þessi boðefni, GABA og glútamat til dæmis. Það verður ójafnvægi í þessum boðefnum og mismunandi eftir fólki hvað sem fer í ólag sem að skýrir þá mismunandi birtingamyndir einkenna. Það að segja hvort þú verður þunglyndur, kvíðinn, ferð ADHD, ferð í geðrof. Og þetta kerfi sem við keyrum á, þetta orkukerfi, ef þú ert með heilbrigð efnaskipti, þá þetta ekkert mál. Frumurnar bara vinna úr glúkósanum og það verður til ATP og heilin bara virkar og það margir þannig, en síðan þessi hluti fólk sem fær geðraskanir og reyndar tengist slæm efnaskipti eða efnaskipti sem í ólagi tengist bara fjölmörgum öðrum sjúkdómum. Ég svona aðeins að einblína á geðraskanir að þá hægt að skipta orkugjafa og þegar að fólk gerir það fyrir að nota ketona, þar að segja þegar að borðar meiri fitu, mjög lítið á kolvetnum, sumir borða engin og það svona einstaklingsbundi hversu mikið á kolvetnum þú getur borðað. Ég hef lesið greina sem segja að þú þarft kolvetni. Af hverju? Nei, ég bara man ekki rökstuðningin. Ég skal segja þér, já. Ég hef nefnilega rekist á þetta og ég var á námskeiði núna nýlega fyrir fagaðila þar sem að þetta var útskýrt. Þú þarft engan glúkósa eða það sem að kolvetnin gefa þér. Af því að þegar að líkaminn fær engan glúkósa eða kolvetni, þá myndar hann sinn eigin glúkósa. Sem þýðir að þegar þú ert í ketósu, þá alltaf fullkomið magn af glúkósa í líkamanninum af því að líkaminn framleiðir það sjálfur. Það mann kannski að rugla saman einhverju millibilsástandi sem að það sem fólk finnur fyrir óþægindum eða... Ég veit ekki hvað þessi viðkomandi áttu við nákvæmlega en millibilsástandi sem að þú átt við ertu þá að tala þegar hann skipta sig yfir. Já. Þú ert að tala ketoflensuna sem að sumir upplifa algjörlega. Ég nú ekki sérfræðingur í þessum fræðum og hef aldrei prófað sjálfur. Ekki mikið. Nei. En það vel hægt að komast hjá henni til dæmis með því að drekka nægilega mikið af elektrólítum og það svona nokkra strategíur. En elektrólítarnir svona það helsta sem að fólk að klikka á þegar það fyrir ketósu. Það semst til hópar fólks í heiminum sem að borða engin kolefni og verða hamingjusamir og gamlir og hraustir. Já. Algjörlega. Ég búin að vera á þessu fæði, við getum farið út í það seinna kannski. Nei, komdu bara með það núna. En já, ég fór að ástæðan fyrir ég var svona upptekin af þessu, var bara af því að lenda sjálf á vegg. Og geri það svona, hef gert það svona í gegnum æfina, orðið þunglind og alltaf verið kvíðin og mjög kvíðin sem barn og alltaf með magaverki og alls konar svona og ég hélt að þetta væri bara svona hluti af mínu svona genetísku make-upi. Óbreytanlegt. Og ég bara sættaði við það. 100% og ég hef örugglega farið í sálfræði bara til þess að reyna að lækna sjálfa mig. Mér skilst það ekki óalgengt. Það eitthvað svona me-search í gangi og ég hef ekki náð því en þangað til að ég lenda á þessum vegg og það svona verra það svona ástandið ekki gott, við skulum segja það. Og ég í þessu þunglindi og alls konar lyf sem á að gefa mér sem ég fengi áður og fara bara mjög illa í mig. Fæ allar þessar aukaverkanir og svona. Og þá myndi ég allt í einu eftir hlaðvarpi sem ég hafði hlusta á. Þar sem að læknir sem að heitir Chris Palmer sem bandarísku geðlæknir
og starfar við Harvard Háskóla var að tala þessa meðferð, ketogenic therapy. Og í þessu hlaðvarpi lýsir hann ekki bara eigin reynslu af þessu, hann var sjálfur með einhverja alls konar OCD og metabóliska sjúkdóma og eitthvað. Fer á þetta fæði, lagast sjálfur og byrjar svona að testa þetta og prófa á sjúklingum sínum. Þetta fyrir mörgum árum og þannig hann bara pallerinn í heiminum og enginn búin að vísindalega sanna þetta hjálpi og eitthvað svona. Fyrir utan með flogaveiki að þetta alveg meirinn 100 ára gamalt mataræði. Eða aðferð til þess að komast í ketósu. En hann lýsir í þessu podcasti og ég hlusta á þetta fyrir mörgum árum og á þeim tíma þá leið mér sjálfri bara vel og þurfti ekkit á þessu inngripa að halda, hugsaði bara vá hvað þetta er frábært hjá honum, hann var að lýsa einhverjum skjólstæðingi sem var með skizofreníu, trúði því að það væri einhver rík fjölskylda að hlusta á hugsanir hans og ég man ekki hvort það hafi verið útvarpað þeim og hann bara mjög veikur einstaklingur. Nema hvað, þessi maður, hann langaði svo í kærustu og bað Chris Palmer að hjálpa sér að grennast. Hann sagði bara, ég er með öll þessi vandamál, kannski ég ná að ráðast á eitt. Og svona aukaverkun ketófæðis er að grennast, þannig að Chris Palmer ákveður að setja hann á ketó og einhverjum vikum seinna kemur hann aftur, er búin að missa einhver kíló og segir við hann, manstu þegar ég hélt að fólk gæti hlusta á hugsanir mínar. Ég held að það sé ekki rétt lengur. Þannig að hann losnar við þessi einkenni og þá verður Chris Palmer svona rosalega áhugasamur og hann er svona einn af þessum aðal mönnum í því að koma þessari grein á kortið og að gera mjög spennandi rannsóknir líka. Þannig að ég prófaði þetta sjálf og mundi allt hérna eftir þessu. Og fór út í búð og keypti mig ketómæli, svona ketónamæli sem að mælir ketóna í blóði, til að fylgjast með þeim. Það þarf að vera ákveðið magn af ketónum í blóðinu til þess að maður finni fyrir áhrifum. Og þessi mælieining, þetta millimól, þannig að það þarf að vera 1,5 millimól til 3. Ég er búin að lesa allt sem ég komst yfir þetta. Þeir sem er að glíma við einhver andleg veikindi þurfa að vera á þessu bilið og mér gekk ekki droslega vel að komast þangað og var á sama tíma en leiði samt betur, ég var svona léttari, ég var á námskeiði sem fjallaði þetta, ég ætlaði að reyna að nýta þetta seinna í vinnunni og þar var ein kennslustundin, hvernig troubleshootu við þegar að fólk kemst ekki í ketósu, það nægir ekki að viðhalda ketósunni. Já, skjót inn í, varstu með einhverja svona neyslulega ósiði sem að bara í miklu magni, hvað var þar sykur eða kolvetni? Einmitt, sko, mér fannst ég alltaf vera mjög heilbrigð. Dóttir mín grínast oft í mér að ég sé svona almond mom, þú veist, svona sem er alltaf eitthvað að segja, ætlum að borða hollt. Og ég var alveg að borða hollt, ég var samt að borða ótrúlega mikið af vörum sem að hækka insúlín. Eins og gerfisætu, svolítið í gerfisætu gósdrykkjunum og keypti mér glúkósamæli, þú veist, til að setja á mig að því að ég hélt að maður þyrfti bara að fylgjast með blóðsykri til þess að vera í ketósu. Ég kemst að því að, og í þessum tíma er kennarinn að lýsa því, hún heitir Dr. Georgia Eid og er líka menntuð í Harvard og geðlæknir og með þessi námskeið, hún segir, jafnvel þó að þú fáir ekki blóðsykurspæk, þá er insúlíni samt að hækka, sem að þýðir það þegar insúlínið þitt hækkar, þá lækka ketónalevelin og það getur verið vandamálið og þetta getur gerst þegar þú borðar mjólkurvörur, drekkur gerfisætu eða borðar gerfisætu í einhverjum vörum og ég vil sérstaklega minnast á þetta, það er svo margir sem byrja á ketó og er að borða allar þessar unnu ketóvörur
Þú hefur séð þetta ketonammi, keto eitthvað, alls konar. Þetta bara drasl. Þetta bara drasl. Próteinpúður, hækkar insulín, rosa mikið. Þannig að þetta svona forsagan af hverju ég svona upptekinn af þessu sem meðferðatæki. Já. Og þetta svínvirka á mig. Mér byrjaði að líða miklu betur. Mér var byrjað að líða betur. Auðvitað líður öllum aðeins betur þegar þeir taka út alls konar drasl úr fæðinu sinni, of mikið af hveiti og allt þetta. En maður lendir ekki einhverjum frákurum. Maður skildur nú ætla að sumt fólk sem ætlar að stórminka sykureinduguna, það getur nú lent í einhverjum vanda. Algjörlega, nákvæmlega. Og þegar ég að gera þetta með fólki, þá vil ég helst að viðkomandi gera það mjög hægt. Þú veist, og þá ég að tala fyrsta sem við gerum bara að taka sykur. Svo förum við út í minkakolvetni og bara flókinkolvetni og svo tökum við eina máltíð í einu. Það er að segja að þú borðar kannski í viku, þá skiptir út morgunmatnum. Já, þannig að foreldrar barna sem hafa haft áhyggjur og eru svona veltaði fyrir sér, ekki eitthvert verkfæri þarna sem ég hef gleymt að nota. Þeir ættu ekki að umbylta mataræði barna sinna 1 og 3 mjög hratt, það góður hlutir gerast hægt. Ég myndi segja það líka bara fyrir einstaklingin sjálfan, þú veist, að skipta út venjum. Það er kannski best að setja sig ekki upp fyrir failure frá byrjun. Þú gerir allt úr stóra breytingu. Ekki nema að þú sért það veikur einstaklingur að þú ert komið með algjört ógeð á þínum einkennum. Já, svona eins og þegar alki hættir að drekka í örvæntingu. Algjörlega. Bara fer á botnin. Algjörlega. Og ég fengi þannig fólk til mín sem að það er ekki séns að ég byrji og þetta taki 4 vikur. Ég vil komast í ketos á morgun. Og það er bara til ég að fasta þangað til að ketoninni koma og fara beint á karnívor sem er svona mest ekstrím en hotlast. Já, sko ég hef tilfinningu fyrir því, já nú ennþá barn í grunnskóla sko, þótt ég sé nú gamall eins og að grunnum á sig á og ég fylgst með börnunum mínum áratugaskeið. Já. Tilfinningu fyrir því núna að það sé mjög mikið svona instant neyslumenning í gangi. Þar sem að eiginlega sko burðurinn í fæðunni sé þessi efni sem að þú ert að segja að séu ekki góð. Já, próteinstykki, próteinduft, rosa mikið prótein, gerfiprótein. Rosa mikið einhverjum gerfisætu eitthvað. Þetta er svona áhrifafæða búm og en getur sem sagt svo lengri tíma áhrif geta orðið bara stórlöskuð geðhelsa. Heldur betur og þetta hefur með efnaskiptin að gera. Þannig að þú ert að skemma efnaskipta heilsuna þína, ef ég get komist svo orði, með því að vera alltaf að bomba kerfið með alls konar sykri og allt og miklum gerfiefnum. Og sífellt farið í þessar sveiflur, blóðsykur sveiflur þar sem þú ert að spæka og fara niður og spæka og fara niður. Þannig að markmiðið í raun og í stuttu máli ef að foreldrar hugsa börnin sín, þá myndi ég segja fyrst og fremst að byrja með sjálfan sig og hugsa, þú veist, hvernig ég held að það sé ekki vænlegt til árangurs sem foreldri að ætla að breyta venjum barnsins síns ef það ætlar ekki að gera það fyrst sjálft. Og markmiðið hjá bæði foreldrum og börnum er að halda blóðsykri lágum og insulíni lágu og þeir sem eru kannski ekki að díla við einhver svakaleg geðræn vandamál geta haft það að markmiði og farið síðan í ketósu af og til. Að því í ketósu þá eru mitokondriurnar að endurnýja sig, það er að henda út þeim sem virka ekki og laga þær sem það þurfa að laga. Þetta er eins og að fara með bílinn sinn í viðgerð, getur við sagt. Þannig að það er hægt að gera það bara svona af og til. Og ég myndi segja að það væri bara, það ættu allir að gera það. Já. Það þurfi ekki allir að vera á keto. Ég er meira svona fókusera á þennan hóp fólks sem að Grímur er að nefna, sem er með mikinn vanda og ég vil helst fá fólk til mín sem hefur reynt allt. Já.
rannsóknir sína að í grunnskólanum þá líður stúlkum verr en drengjum. Veistu hvort það hafi verið gerðar einhverjar samanburðar rannsóknir á neysluvenjum kynjanna? Nei, en það er mjög áhugaverð spurning. Já. Mjög. Já. En ég veit það ekki. Nei. Það sem við vitum er að við erum að eyða mjög mikill orku, tíma og fjöldi rannsókna sem er í gangi núna í fræðasamfélaginu áhrif til dæmis internetsins á heilsubarna, geðheilsubarna. Við höfum rakið einmanaleika og ótta og kvíða og alls konar neikvæð andleg fyrirbrigði til þeirra breytinga sem orðið hafa á samfélaginu og við foreldrarnir vissum ekkert hvernig við ættum að meðhandla því að þetta var fordæmalaust. Átti maður að vera strangt foreldri, hvað átti barnið að vera gamalt eða fengi aðgang að öllum þessum heimum sem eru í símunum og svo framvegis. Við erum bara búin að einhvern veginn búin að vera að hérna, má segja þetta sé sko slembilíf sem við höfum lifað. Þetta er bara tilviljun einhvern veginn því að það var engin manual, það var engin forskrift. Við vissum ekki hvað var að gerast. En sem sagt, manni dettur í hug núna af því að internetið og samfélagsmiðlarnir og allir þessi sökudólkar hafa verið nefndi til sögunar og mikil orka farið í þetta að jafnvel það sem þú ert að ræða. Þurfum við að ég veit að við þurfum líka að velta fyrir okkur áhrifum internetsins og alls þess en er þetta bara jafn mikilvægt jafnvel að þínu mati að rýna næringuna matinn? Ég myndi segja að við ættum öll að byrja þar að því allar hegðunarbreytingar eru auðveldari ef að heilin er að fá þá orku sem hann þarf. Heldur allar þessar greiningar sem eru í dag? Já. Er það vegna þess að við erum núna í svo vísindagóðu samfélagi að börnin fái greiningar? Voru sem sagt börnin, ef við hefum átt sömu tækni fyrir 50 eða 100 árum, sem segja að hérna stóri munurinn á því þegar einhverja tölur fara upp sig að við séum bara að mæla og fylgjast og vakta. Mæla meira, já, einmitt. Heldur þetta sé, getur þú fullyrt að allar þessar greiningar séu einhverju leyti áhrif af skaðlegum lífstíl? Mér langar að gera það, já. Ég held að aukningin sé náttúrulega bæði. Já. Það helst í hendur, við erum að greina meira því að við vitum meira þetta en að sjálfsög erum við að fá fleiri tilfelli af því að maturinn sem við höfum borðað er bara allt öðru vísi en hann var 1950. Já, gjörunnin matvæli. Gjörunnin matvæli sem eru hönnuð til þess að þú verðir háður þeim og langar í meira. Já, og instant áhrif. Koffín er eitt sem við höfum ekki nefnt. Það er svona, sko, það eru ansi margir og líka bara við þessi fullorðnu, við erum ansi mikið að keyra okkur áfram að fixum, snöggum, fixum og svo bara haldið áfram. Hræðilega fyrirmyndir. Og ég held að þetta svona fix mindset, quick fixið sé ástæðan fyrir því að það sem ég er að segja að við þurfum að gera sé kannski ekkit að fara inn í svona þetta common consciousness fyrir en miklu seinna. Þú veist, ég held að fólk þurfi ákveðin tíma til að melda þetta. Þetta er náttúrulega, ef þú ætlar að ráðast á þetta verkefni að sniðganga öll þessi kolvetni sem við erum alltaf umkringd allstaðar, þá þarf það að vera annarkvort, eins og ég sagði að hann vera komin ansi langt út á bara að hafa reynt allt og verið það slæmur til heilsunar, eða þú þarft að hafa mjög mikinn áhuga á þessu eins og ég hef. Já. En foreldrar sem eru kannski dauðþreyttir með ADHD á biðlista einhvers staðar, það hefur kannski ekki alveg nægilega orku eða resursa vitneskju og fræðsluna sem það þarf til þess að einblína á þetta sem er næringin. Þá skiptir hann mitt máli að fræðasamfélagið leggi línuna. Já, og annað sem ég er að hugsa er mataræði sem er sko fæðan sem er á boðstólum, til dæmis í leikskólum og skólum. Já. Að ég á barn í grunnskóla og nokkur í grunnskóla og eitt á leikskóla og ég hugsa alltaf því ég kem með hana og ég reyna alltaf að gefa hana að borða áður hún fyrir leikskólan egg
mjólk eða eitthvað svona próteinríkt og helst smjörklípu og eitthvað svona af því þegar ég kem með hana, það sem í boði er havragrautur, cornflakes og Cereos og allt þetta hækkar blóðsykurinn mikið svo kannski kemur hádegismatur og þá grjónagrautur í matinn sem líka bara glúkósinu upp og síðan við hinum megin að kvarta undan því að það sé rosalega mikill hegðunarvandi og það þarf aukakennari í hverja stofu til þess að fylgjast með börnunum sem að hegða sér illa og ég bara að spá í svona hver kostnaðurinn yrði af því að breyta matseðil og við vitum hvaða matur það sem að hækkar ekki glúkósun upp úr öllu valdi þetta bara hrein fæða helst með mjög stuttri innihaldslýsingu skilurðu? En það dýrara fæði? Fisk, ég prótein, veit það ekki, ég minna þau fá náttúrulega fisk, það bara sleppa raspinu og skilurðu? Svo náttúrulega svefnin hann verður verri ef við borðum óholt einmitt og þá erum við komin enn lengra í vítaringnum ekki satt. Nákvæmlega. Við ætluðum að fixa svefntíma barnanna með því að færa vöknunatíma aðeins til. Skólarnir hefur núna allir göngu sína á morgnana síðar en var. Og það svona einhver kerfisaðgerð. Algjörlega og frábært, þú veist að það sé gert. Og nú vil ég sjá þessi kerfisbreytingu varðandi næringuna. Líka í grunnskólum og það sem að þarf líka náttúrulega að gerast að tengja þú veist, að fara að tengja mataræði við líðan og í námi sálfræðinga allavegis. Ekki mikið þetta það engin tími eða ekkert námskeið sem fjallar næringu og áhrif þess á geðheilsu og núna þegar þetta svið komið fram metabolic psychiatry, efnaskipta geðlækningar þá væri ráðlagt að búa til námskeið þar sem þetta beinlínis bara partur af grunnnámi allra þeirra sem að vilja læra sálfræði. Ertu að vísa til þess að í meistaranámi í sálfræði sé ekki einn einasti kúrs? Já, og ég fór ekki næringafræði kúrs í grunnnáminu. Og ég held að læknar og þeir mega leiðrétta mig ef þetta ekki rétt og ég vona þetta sé ekki rétt. En allan að bandarísku læknarnir sem ég hef talað við, geðlæknarnir, þeir fá enga menntun í næringafræði. Það 1 klukkustund eða eitthvað í öllu náminu sem þeir fara í. Sem galið. En sko ég hef mjög miklar áhyggjur af svona tregðunni sem verður alltaf þegar það kemur eitthvað nýtt fram á sjónarsviði. Fólk svona vill afneita því fyrst, segir þetta sé hættulegt og eitthvað svona bara til í að taka lyf sem jafnvel miklu hættulegri. Og ástæðan fyrir þessum áhyggjum til dæmis bara það sem geðlæknir sagði mér á þingi sem ég var á ráðstefnu í San Diego sem að fjallaði metabolic psychiatry. Hann sagði margir af mínum kollegum afneita bara því að nota næringu sem lækningatæki og hann sagði, ég veit ekki alveg hvort það sé að því það svo einfalt eða að því þú þarft ekki lengur að skrifa upp á neitt eða hvort þeim líði eins og þeir hafa ekki þurft að fara í allt þetta nám eða þetta virðast allt saman brýnar spurningar og maður tengir alveg við að það geti hamlað einmitt vegna einfaldleikans sem við erum að ræða það eitt út fyrir sig gæti hamlað fyrr. Heldur betur. Sko þetta alveg, mér finnst þetta stórmerkilegt. Ég náttúrulega hef oft pælt í þessum málum sem foreldri áður og ég náttúrulega borða nú ekki þannig að þú myndir sjá það einhverstaðar á fyrirmyndar lista en maður á sína spretti svona á milli þess sem að maður étur drasl alveg út og suður og sko það þú segir þú vitnar líka í annarri greininni í sko spá sem að segja að heilabilunarsjúkdómum á Íslandi muni stór fjölga jafnvel 80% á næstu 35 árum. Okkur finnst ástandið vera nógu slæmt núna hvað varðar slæma heilsu, geðheilsu margra barna, mikinn kvíða, nokkuð algenga depurð, óryggi og allt það
Og það liggur alveg fyrir að óbreyttu að við þurfum að, það ekki, samkvæmt þinni vitund, að við þurfum að taka upp nýjar, alveg bara nýja nálgun. Já. Og ég myndi vilja, ég veit ekki alveg hvort að þetta var í fréttum daginn þar sem að formaður Læknafélagsins kom fram og sagði, bara staðan hræðileg og allt þetta. Ég veit ekki, og mér finnst endalaust í fréttum vera svona hræðilegar tölur og kerfið mun ekki ráða við þetta og við sjáum að það ræður ekki við það núna. Og ég er forvitin að vita að því ég hef ekki lesið einustu grein með neittni lausn, hugmyndalausn. Og ég er í þessum problem solving gír og myndi vilja fá fleiri með mér í hann og vona náttúrulega að einhverjir áhugasamir fagaðilar hafi samband við mig varðandi þetta. Ef að fólk hefur áhuga á því að fræðast meira og geta notað þetta í starfi sínu og geti bent þeim á ýmsar leiðir. Og þetta þarf að ná alveg niður í bara sveitarstjórnir, sveitarfélögin. Já. Er það ekki? Heldur betur og ég veit ekki hvort að landlæknir eða heilbrigðisráðherra sé með eitthvað á teikniborðinu, einhverja lausnir. En ef að þetta er, eins og vísindin segja, er rót vandans, þá er engin önnur leið en að fara þessa leið. Og ég bara fullyrða það hér. Þetta heima í námskrám í skólum, telur? Já. Og það þarf að þjálfa heilbrigðisstarfsfólk á öllum stigum. Á öllum stigum, að þetta tengir svo mikið fleiri sjúkdómum heldur en bara geðröskunum, skilurðu. Þannig að efnaskipta heilsa skiptir gríðarlegu máli, að hvatberarnir okkar nái að vinna úr orkunni og við gerum það ekki nema við séum að næra okkur rétt og vel. Landspítalinn getur alveg skipt matseðil. Ég held að þetta sé ekki svo flókið. Það er hægt að byggja byggingar og gera alls konar fínir í. Byrjuðu bara að skipta matseðil. Við erum nýbúin að hlæja mörg hver að afmælis reglugerð. Einmitt. Borgarfulltrúa. Það er hægt að gefa út alls konar leiðbeiningar. Nema í þessu sem að við þyrftum helst að þeirra tala um. Já, jú, og ég veit ekki ennþá af hverju þetta er ekki svona bara á allra vörum og mér langar helst að hræða fólk bara með þessum upplýsingum til þess að taka þessu alvarlega. En flestir þurfa að verða mjög veikir fyrst til að taka þessu alvarlega og það er það versta. En það er líka svolítið skuggalegt, margir foreldrar, þeim finnst svolítið einbeitingarleysi hjá börnunum og eins og ég segi, við höfum verið að kenna internetinu og allt það. En við erum það er eins og við viljum það, frekar en að rýna fæðið og áhrif fæðisins. En svo er þetta náttúrulega mjög oft bara hreinlega fákunnátta og við erum náttúrulega ekki að lesa innihaldslýsingar á neysluvöru dagstælega. Nákvæmlega, og þetta er alveg rétt hjá þér, Ég held að allavega margir sem eru hjá mér og ég stingu upp á þessari aðferð, að breyta næringar innihaldinu og því sem viðkomandi er að innbyrða, þá segir fólk mér yfirleitt, ég er bara að borða frekar hollt, en það er ekki með upplýsingar það hvaða nákvæmlega það þarf að gera. Það er bara að taka upplýsingar héðan og þaðan og ég er að borða tíafræ og ber sem að gera eitthvað svona antioxidant áhrif og stuttasvarið er að það er betra að fækka vörum, það er að segja að fækka fæðutegundum sem þú ert að borða og fara bara niður í algjört basic og þá við fullorðna og börnin okkar líka bara kjöt, fiskur, ekki vera að kaupa þetta sem er í pakkanum og búa að krydda, förum bara alveg niður á jörðina eigum við að svona kannski lokin aðeins að velta því fyrir okkur hvað megi skýra mikla óhamingju og mikla vanlíðan með röngu mataræði bara sem að snýst eiginlega bara upp í andhverfu sína í stað þess að næra börnin þá bara eitrum við fyrir börnunum okkar hefur einhverja forsendur til þess að meta það þegar við erum að tala það að geðheilsa Evrópusambandið hefur bara talað það að vond geðheilsa barna sé einn stærsta
áskorun samtímans og hérna, ég held að þeir hafa ekkert minnst á næringu í því, en er einhver leið fyrir til þess að reyna að meta það, sko, hvað er hægt að draga línu frá mörgum börnum, hér eru einhverjum að ræða börn og ungmenni, frá mörgu barni sem að líður illa til þess að það sé að hegða sinni næringu alveg með kolröngum og stórskaðlegum hætti? Það eru, þetta er náttúrulega ótrúlega erfið spurning, það eru rannsóknir eins og ADHD-börnum, þar sem að 50-70% barnanna í rannsókninni batnaði, eða þar að segja að það mætti ekki lengur, náði ekki lengur greiningaskilmerkjum fyrir ADHD eftir að breytti mataræði og þá er það svona elimination diet sem er stórmerkilegt og núna er farið að tala food-induced ADHD og þetta á ekki aðeins við börn, heldur líka fullorðna. Það er nefnilega það, þannig að samkvæmt þessu þá geti það verið jafnvel meira en annað hvert barn sem að geti stórbætt sína geðheilsu. Já. En þetta er erfitt og við þurfum að gera þetta saman. Þetta er bara svona þjóðarátak. Svo er einhverju þrýstuhópar sem að vilja náttúrulega við höldum að borða sama draslið. Já, náttúrulega lyfjaiðnaðurinn, þú veist, vill ekkert að við hættum að taka lyfin þeirra. Nei, og það er viðurkennt að bara lyf. Já. Það er bara einhver viðurkennt aðferð. Já, og þú sást kannski í fréttinni í dag að var einhver á Vísi sem gerði rannsókn á því á lyfjanótkun Íslendinga voru einhver mjög hátt hlutfall sem að væri að fá lánuð róandi lyf. Já, einmitt, pluss. Rosa há prósenta. Akkurat. Einmitt. Þannig að það eru þeir sem að fá þetta uppáskrifað og síðan einhver stór hluti fólk sem er að fá þetta lánað og ég myndi vilja lána þessum einstaklingum þessa þekkingu sem ég er að fara með hér og benda fólki á að það er örugt að nota þessa aðferð. Það eru ákveðnir hópar sem að þyrftu að fá handleiðslu eða eftirlit læknis eða vill breyta eða vill fara svona einmitt full-on inn í ketósu ástand. Þannig að það er óhægt að breyta matræði ef þú vilt fara í ketósu og þú ert á ákveðnum lyfjum sem að eru nokkur geðlyf, þetta eru blóðþrýstingslyf og einhver fleiri lyf, þá þarftu að tala við sérfræðing. Ef þú ert með hjarta- og æðasjúkdóma, nýrnasjúkdóm, lifrarbilun og fleira, þá þarftu að vera undir handleiðslu læknis en þú getur samt gert þetta. Þannig að fyrir alla hina að prófa þetta ef ekki bara í 2 vikur að testa og sjá hvernig þið líður. Og þú hefur ekki hagsmuni, þú ert ekki stærsti bacon framleiðandi af Íslandi. Ég er ekki Ali prinsessa. Nei, þú ert ekki Ali prinsessa? Nei, ég er ekki Ali prinsessa og ég er ekki, þetta er pjúra hugsjón. Já, einmitt. Svo sannlega umhugsunarvert og hugveikjandi og já, ég verð bara viðurkenna það að ég er svolítið slegin. Já. Og það er kannski ágætt, eins og þú sagðir. Hvað var það sem sjokkar þig mest? Ég held að sé aðalega andvaraleysið. Já. Mitt eigið andvaraleysi. Ég held bara að takið á mig í þessum málaflokki, sko. Já. Og það að ég hafi beint spjótum mínum of í aðra ráttir. Sem bara kannski langsóttari. Já, og þetta er bara eitthvað sem bara við höfum glemt að pæla í. Og ég líka bara sem sálfræðingur var smá sjokkaruð að hafa ekki dreigið þessa tengingu fyrr og veri ekki alltaf að pæla þessu. Þetta gæti verið augnablik fyrir vonandi einhverja hlustendur og áhorfendur sem er að fylgjast með það. Vona það innilega og ég er ekki að segja að við sem sálfræðingar séum ekki lengur að nýta hefðbundna meðferð. Það er bara verður allt miklu auðveldara þegar fólk er að næra sig með góðum hætti. Já, og af því að við berum ábyrgð á næringu barnanna okkar, þá er greinamunur á því og að við séum sjálf að eyðileggja okkar líf með vondum neysluvenjum. Börnin þurfa vernd, þau þurfa þetta er algjörlega okkar ábyrgð. En í rauninni allt sem við erum að segja börnin það á við aðra aldurshópa líka. Já. Ekki satt. Já, einmitt. Heyrðu, Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Takk fyrir komuna. Fyrsta skipti sem þú kemur hingað að Rauðaborðinu. Ég vona að ég sjá þig bara oftar síðar. Takk fyrir að bjóða mér. Ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram með Rauðaborðið eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku.
Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða ferðaþjónustuna sem nú kannski það allavega frá svona atvinnu, mesta breyting sem orðið á Íslandi á þessar öld. Hingað komin Katrín Anna Lund sem mannfræðingur og prófessor í land- og ferðamálafræði við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Já, velkomin. Takk þér. Sko sem að þegar við erum að fjalla þessar breytingar sem eru gríðarlega miklar, þá svona stundum látið eins og að ferðaþjónustan hafi viljað þróast með þeim hætti sem hún hefur verið og það sé óhjákvæmilegt að aðra leiðir til þess að reyna stýrinni með einhverjum hætti uppbyggingunni væri þá til þess að eyðileggja hana. Annað hvort færði þetta svona eða þú færði þetta ekki og þess vegna eigum við bara að mæta ferðaþjónustunni eins og hún því að þannig hlaut hún að verða. Já, ferðaþjónustan náttúrulega í sjálfu sér ekki lifandi afl sem slíkt, sko. Og auðvitað, sko, hún sprettur upp úr engu og allt í hennu bara varð hún til. Og það mjög mikið með við þetta, 2007 og 2010, sko, eftir hrun, eða 2008-2010 eftir hrun og svo Eyjafjallajökull. Sem stærsta markaðsgjöf sem Íslendingar hafa fengið. Akkurat. Og auðvitað var ferðaþjónusta að byrja áður bara á annan hátt og kannski ekki með sama offorsi. En sko, það hlýtur náttúrulega að verða að stjórna atvinnuvegi. Atvinnuvegur ekki með, sko, hann er ekki lifandi fyrirbæri og það hlýtur að það segir sér sjálft að það þarf að stýra því sem að sprettur svona upp. Og svo það líka spurningun, sko, hver að segja að það verði að leyfa sér bara að þróast eins og þetta sko. Ég held að það sé ríkjandi trú meðal stjórnvalda að þannig sé best að stýra samfélaginu, að leyfa þeim sem að sjá hagnarvon í einhverju starfsemi að ráða för, því að það eru þeir frumkvölarnir, athafnaskáldin sem að munu færa okkur hinn góða heim og alla tilraunir okkar til þess að reyna að hefta þá verða þá til þess að laska samfélagið eða minnka möguleika okkar til þess að þroskast og dafna. Ég held að þetta sé bara, þannig var fiskeldi byggt upp og þannig ferðaþjónusta byggt upp og þannig tala langflesti stjórnmálamenn að hið opinbera eigi ekki að vera fyrir. Já, en hvernig viljum við sjá ferðaþjónustuna vaxa og dafna? Ég held hún geta alveg, hún vex og dafnar þó svo að það sé gripið inn í og þó svo henni sé stýrt. En það líka spurning, sko, á hvaða hátt viljum við sjá hana vaxa og dafna? Ég geti spurt, sko, á hvaða vettvang gætu þau vera að ræða þessar spurningar. Þannig að ef að trúin svo sem ég var að lýsa, að niðurstaðan besta niðurstaðan hlýtur að koma með því að leyfa hagnaðinum að ráða för, þá þurfum við ekki að halda þennan þjóðfund. Því að besta samfélagi kemur út úr vinnu markaðsaflana. Þess vegna þurfum við ekki að vera einhverjum stjórnmálavettvangi að segja hvernig viljum við hafa Ísland. Við fáum það bara Ísland sem að, þeir sem elta hagnaðinn. Já, en en sko... Ég ekki sammála þessari niðurstöðu. Nei, ég veit það, en ég var að lesa í dag bara einhvers staðar á netinu sennilega eða í einhverju blaði eða ég man ekki hvað þetta poppaði upp, sko, að það er einhver fundur eða ráðstefna eða málþing í dag verðmætasköpun í ferðaþjónustu. Hvað er verðmæti? Hver metur það hvað verðmæti er? Og verðmætin þau eingöngu falin í hagnaði? Það kannski svolítið spurningi sem við þurfum að spyrja okkur. Já, við náttúrulega erum í samfélagi sem trúur því að eina leiðarljós þeirra sem stýra fyrirtækjum sem falið til dæmis uppbygging ferðaþjónustunnar að skila eigendur sínum sem allra mestum arði.
Þannig að það er bara einn mælir í borðinu sem eru arðgreiðslur til eigandana, hversu mikið fé er þetta að taka út úr þessu rekstri og færa eigendunum. Og hugmyndin hefur verið svo, sem er ríkjandi undanfarnar áratugi, að önnur leiðarljós í rekstri fyrirtækja, við eigum ekki að hafa þau. Já, en hver eru eigendunir? Það eru oft ykkur ríkigallar stundum. Svo lífeyrissjóðir og alls konar dót. Já, en hefur þetta ekki bara svolítið að gera með það sem við erum að tala til dæmis í sambandi við fiskveiðar og annað, hver er auðlindin, hver á hana? Já. Og þarf ekki svolítið að stjórna því hvert auðurinn fer, hvert fjármagnir fer. Hvernig ætlum við, þetta til dæmis ef við hugsum það sem er að gerast út við Miðjarðarhaf, það sem fólk er að mótmæla ferðaþjónustunni. Það er að hluta til að því að hagnaðurinn, hann fer úr landi. Hagnaðurinn, hann skila sér ekki þangað sem hann ætti að skila sér til fólksins. Og ef við horfum á þetta hér, hvert er við erum náttúrulega, það er ekki að gerast, það sem er að gerast þar er ekki að gerast hér í tengslum við mótmælin, en ég held við þurfum að passa okkur. Þar er líka verið að mótmæla að ferðaþjónustan bara valtar yfir samfélagi sem áður var. En gerum við það ekki hér? Ég bý niður í bæ og alltaf búið niður í bæ og það er náttúrulega gera ólíkur bæjarhluti. Þetta var óvinsælt að segja þetta en að því ég bý þarna og margir sem hafa búið þarna lengi og ég get talað við þá þetta. Þeir sem ekki búið í bænum, finnst bærin miklu skemmtilegri núna því að þetta er meiri í svona skemmtanahverfi og eitthvað svoleiðis, þetta er bara meira túristakverfi. Og það þjónar ágætlega ef þú býrð í Fossvoginum eða í Grafarvoginum, en þarna dó eitt merkilegasta íbúðahverfi, þéttbýlasta íbúðahverfi landsins. Sem var á mörguleiti mjög sérstakt. Þegar ég var yngri og fleira, þá var alls konar fólk sem bjóð þarna og maður sem bjóð í þorpi. Þegar ég fór út á götu þá heilsaði ég fólki inn í þorpinu. Núna hitti ég aldrei mann sem ég þekki niður í bæ. Já, ég veit alveg hvernig þetta er með mig. Ég bý líka nálægt miðbænum og ég hef búið á ýmsum stöðum en mjög mikið nálægt miðbænum. Ég bý ekki í miðbænum en ég hef alltaf sagt við eigum það miðbæ sem við eigum skilið á hverjum tíma. Við eigum bara einn miðbæ. Í stærri borg þá gæti fólki sem áður bjó í miðbænum flutti yfir í gamla verkamannahverfið og gert það upp. En við eigum ekkert annað hverfi sem að virkar sem miðbær. Menn að allt hitt eru bara útkverfi. Já, og ég er alveg sammálaður þar og hann hefur tekið mjög miklum breytingum á alls konar hátt. Bara, síðan ef ég horfi á þegar ég bjó í miðbænum árið 1990 og í kringum það tímabil, að þá voru allir í Kringlunni. Og það var enginn í miðbænum nema náttúrulega bara þeir sem bjöggar. En þá voru alls konar svona litla búðir sem vegna þess að það var lægri húsaleiga og þá gat ýmislegt dafnað. En núna er húsaleiga svo há að það er engar verslanir nema sem að þjóna ferðamönnum sem að lifa þarna og það eru engi veitingastæði nema sem að þjóna túristum sem að lifa þarna. Þannig að það er eiginlega sami kúnnin orðin við alla þjónustu sem er þarna sem er alveg þveröfugt við það sem hún til halda miðbær væri. Já, ég er alveg sammálaður. Þetta hefur verið að gera svona hægt og þetta er svona, ég hef verið mjög mikið að þrjóskast við. Ég fer í miðbæinn og ég vesla í miðbænum, allt sem ég get vesla í miðbænum en svo er þetta svona augum að svo opnast fyrir því að þessar búðir sem að voru þarna, þær eru að fara og það er sem sagt, en það eru samt, við skulum reyna að halda í það að við erum með veslaniðana sem eru ekki bara stílaður og ferðamannin og þá kannski að hvetja til þess að séu notaðir. En ég tók þessi dæmi að þú þarf að væri ekki komið að því og þú segja kannski erum við komin að því að Íslendingar fara að mótmæla. Það gæti verið fólk sem að býr í miðbænum sem að gæti sagt það er bara ekki enn eina lundabúðina. Gæti verið fólk eitthvað starf á Suðurlandi sem er búið að fá nú. Það er það sem ég er að hugsa til dæmi að öll þróun og allt skipulag er einhvern veginn svolítið sérstaklega á Suðurlandinu, ofsalega mikið miðað við ferðamennsku og ferðamannin og
og við erum búin að vera að tala óbáslega lengi það er búin að vera markmið hjá ferðaþjónustunni, ég veit ekki hvað lengi, að dreifa, að reyna að sjá til þess að ferðamenn dreifist frekar en landið. Hvernig ferðaþjónusta rekin býður ekki upp á það? Nei. Því að þau fyrirtæki sem að hagnast á ferðaþjónustunni, þau hagnast meira á því að fá ferðamenn í stuttan tíma sem leigja bíl, borga fyrir hótel, fara á staðina þess að sem þeir eiga að sjá, fara svo úr land aftur og fá svo nýja ferðamenn. Það er náttúrulega vegna þess að viðskiptamódel þeirra sem í viðskiptum núna er miðað við viðskiptin eins og eru núna. Það er það sem ég er að segja. Það er svona íhaldssemi í þessu. Já, það er íhaldssemi í þessu og þess vegna sko eigum við að fara að sko ég held að við getum gert kröfur á það að sé farið að hugsa aðeins öðruvísi og ég held að sé ekki bara því að ég segi það eða við fræðimenn erum kannski að velta því fyrir okkur, heldur líka að við búum á viðsjáverðum tímum. Við gerum það. Hvernig það? Varðandi loftslagsbreytingar til dæmis. Varðandi það að við förum að hugsa og umgangast náttúruna á allt annan hátt en við höfum gert. Við höfum ekki, sko, ég tel að við höfum ekki leyfi til þess að setja okkur ofar henni og selja hana sem slíka. Við verðum að vinna með henni og út frá því hvernig, sem sagt, hvað við höfum í höndunum, við verðum að fara að hugsa aðeins öðruvísi umhverfið. Er það svona á sandi byggir heimskur maður hús, að það er heimsk þjóð sem ætlar að byggja afkomu sína á eiginlega hlægilega ódýru flugfargjöldum á milli landa sem eru að eyða loftslaginu? Já, ég get alveg tekið undir það. Þannig að við ættum eiginlega bara alls ekki að reyta undir þessa þróun. Ég held að sé hægt að ýta undir hana sko annan hátt, af þann hátt sem að kannski að til dæmis að það væri kannski öðru vísi áherslur með, og ef við getum tekið inn til dæmis áherslur á náttúruvernd og það að við viljum vinna með náttúrunni í ferðaþjónustu. Þetta held ég að við sjáum sko að í svona þetta venjulega svo kallaða millistéttafólk, hvíta millistéttafólk sem við erum að horfa til sem ferðamanna, það er oft á tíðum fólk sem er einmitt á þessu vilja sem sagt vera hluti af náttúrunni og stunda jóga og drekka heilsusamlegt te og upplifa frekar en bara að fara til þess að sjá staði og fara svo aftur. Og ég held að þetta sé alveg markaður, en þetta er ekki markaður sem gefur sama hagnaðin endilega á skömmum tíma. En er þetta ekki markaður sem að var hérna? Það voru mikið svona þýskum túristum sem að voru einmitt að sækja í svona náttúru? Jú, það var það. Og og þetta er líka sko fólk sem að kannski ferðast meira á landi og svo er náttúrulega líka þetta módel sem að ég var á ráðstefnu hérna í lok september og ég er að vinna að bók með norskri vinkonu minni hins svo kallaða heitir það ekki á allemannnsréttin á norsku, það er almenningsrétturinn og við vorum með málstofu þarna þetta byggða á bókinni og ein athugasemdin sem við fengum utan úr sal var snýst allt bílastæði á Íslandi þegar það koma sko þessum rétti til umgangslandið þá snerist allt bílastæði og gjaldtöku og ég sagði það eru bara engar almenningssamgöngur en ég hef til dæmis ferðast sko þó nokkuð mikið á Nýja-Sjálandi og þar var maður bara með miða hjá rútufyrirtæki þar sem maður hoppaði í og úr rútu miðað við hvernig maður vildi ferðast og það gerði það, fólk gerði það voru náttúrulega alltaf einhverjir sem voru á bíl eða en það voru meiri möguleikar til dæmis sem að alveg hægt að opna fyrir ef við hefðum viljan til þess það kostar pening að öllum líkindum
og það sko stofnkostnaður í þessu, en ég held að með tímanum þá eigi þetta að skila sér. Og við getum ekkert útiloka, ferðaþjónusta hún er bara fakt, þetta er bara staðreind í heiminum og við verðum að vinna með þetta, hvar sem við erum í heiminum. Og fer kannski ekki. Ég man að þegar þetta vöxtur var hvað mestur, þá fór ég og skoðaði tölur í öllum löndum heims langt aftur í tíman og það eiginlega engin dæmi að sko ferðaþjónusta hafi hrunið, þú þarft eiginlega stríðsástand til þess að það gerist. Það dugar ekki einu sinni að sko óheppileg þróun norsku krónunar hægir varla á ferðamönnum. Þetta er rosalega sterkt afl. Og einhver leit það vegna þess að þetta eru bara ákvarðanir sem fólk að taka út alla heim og ég held að þarna með Eyjafjallajökul og það sem kom á eftir og þá náttúrulega internetið að stækka. Þannig að aðgengi fólks það sem það sjálft að skoða og ég skoðaði líka á þessum tíma sem þetta bara leitar orð hversu margir að slá inn Æsland í samanburði við Noregi eða eitthvað. Og þá sér maður að allt í einu verður Ísland bara jafnstórt og Noregur í Bandaríkjunum og Kanada og svona okkur blettum hér og þar, ekki maður sér ekki þessa breytingu í Þýskaland og víðar. En það leiðir til þess að koma guðsundar af fólki þaðan sem eru og vill vera á sömu stöðunum. Ég meina, fólk vill fara og skoða Eiffelturnin og ég get alveg sagt að Eiffelturnin þú ert engu bættari með að sjá Eiffelturnin. Já, ég veit að Þannig að fólk kemur bara og fer og vill skoða eitthvað og allir þessi staðir sem þú vilt sjá og þeir eru náttúrulega stórkostlegir staðir, Jökulsárlón, Þingvellir að horfa á Evrópu og Ameríkuflekan og sjá, það eru náttúrulega stórkostlegir staðir sem eru og fólk kemur og vill sjá þetta og það ekki þetta stýra þessu, það fyrir að segja af hverju fer ekki fólk til Vestfjarða, hvað ætlar að gera til þess? Bláa lónið, sér það að fólk bláa lónið ennþá númer 1 af því sem að útlendingar fara og ég meina ekki þetta mér að fara í bláa lónið. Nei, en þetta hefur líka með markaðssetningu að gera, hvernig við setjum þetta fram. En heldur þetta sé ekki þannig að þetta svona orðsporið fer bara frá einum til annars og þannig að þetta sé eitthvað sem í gangi þarna úti Justin Bieber við í einhverju gili eða við einhverju flugvél allt í nettu bara komið með það eru 500.000 manns sem að vilja koma og vera við þessa flugvél. Já, það er hluta af þessu það er hluta af þessu og það er stór hluta af þessu líka af því að við erum ekki að beina sjónum fólks eitthvað annað líka og til dæmis það að skapa aðstæður til þess að fólk ferðist hægt til dæmis. Nú eru að koma upp stefnur innan ferðaþjónustunar í sambandi og náttúrulega, slow travel er búið að vera lengi og þarna stór kunnahópur, það sem er kallað nærandi ferðamennska og annað slíkt. Þetta er eitthvað sem er alveg hægt að við getum stýrt með því að beina ferðamennskunni líka eitthvað annað, jafnvel þó að þetta sé til staðar. En hverjir eru við í þessari sögu? Af því að þú talar annað slow travel og segjum sér svo að það til lengri tíma ef við höfum nattnina og þóluðmöld til að byggja þau upp þá mun það skila okkur meiri þjóðarslegu í hagkvæmni og vonandi þau fyrirtæki standi í þessu. Ok, svo segjum að ég sé að stofna fyrirtæki og þú leggur þetta til við mig og ég segi, fjárfestingi sem ég að fá frá fjárfestum og hún skila sér bara alltaf hægt í þessu. Ég get með því að fara bara í því að keyra þetta eins og þetta hefur verið gert hingað til en þá get ég verið búin að skila fjárfestunum síni fjárfestingu bara eftir 6 eða 7 ár og svo er þetta bara linnulaust bara hreinn hagnaður. Þannig að ég hef enga hvata til þess að fara þína leið þótt að þú tellir hann að vera eina réttu. En hvað myndir þú hugsa, hvert fer þá hagnaðurinn, hvert skilar hann sér? Hvernig viltu hugsa þetta? Við lifum í samfélagi sem að hugsa það sem að byggir á þessu viðskiptamódeli. Uppbyggingin í samfélaginu á að miðast við það að við getum fært sem mestan arð upp úr rekstrinum til eigenda.
Og það á ekki við slow travel. Nei, það á ekki við, en þurfum við ekki að breyta samt hugsunarhættinum, það er það sem ég er að segja. Kannski þurfum við bara að breyta grundvallaratriðum. Ég held við þurfum að breyta grundvallaratriðum kapitalismans, bara sorry. Allavega að ríkisvaldið, stjórnmálavettvangur fara að ræða það hvers svona samfélagi við viljum. Það er nefnilega málið og það er svolítið hvernig viljum við sjá þetta þróast, hvernig viljum við. Mér hefur alltaf verið ofboðslega illa við að líkja ferðamönnum við síld og ég held að það sé máli, ég held að grundvallaratriðið í ferðaþjónustu er það að við erum að fást við fólk og fólk er ekki bara eitthvað sem gengur kaupum og sölum eins og ferðaþjónustan vill hafa þetta, að sé bara hagnaður. Við erum að díla við fólk, við erum að díla við menningu, við erum að díla við verðmæti sem felast í svo miklu meira heldur en bara beinum fjárhagslegum arði. Og þess vegna er mér illa að líkja ferðamönnum við síld en ef við hugsum hvað gerðist með síldina þetta getur alveg gerst og við dæmum hana. Já. Það er það sem ástæðan fyrir ég fór að skoða hann og tölur langt aftur í tíman og ég gat ekki alveg séð dæmi þetta því fyrst þetta byrjaði að koma á gusan eftir Eyjafjallajökul þá var þessi tilfinning að við höfum eyðilagt allt sem við komið nálægt við eittum síldinni og höfum eiginlega verið svolítið þannig. En ég meina það var náttúrulega í Egyptalandi eftir hryðjuverk, það voru stríð þarna. Ég skoðaði eins og Sviss og Noreg þar sem að gengið hefur verið mjög óhagstætt því að það er svo sterkt gengi norska krónan er lægri núna. En ég sá ekki alveg þessi merki allt í einu bara ofbýður ferðamönnum og þeir yfirgefa eitthvað svæði. Nei, ég held að það sé þessi mannlega hlið. Já. Og við getum þess vegna ekki, þess vegna er ekki raunhæft að líka svo við síld. En maður veit alveg fólk sem að það er líka komin ákveðin sem sagt viðhorf að fara ekki til Íslands, sjá ákveðnum hópum fólk sem að við myndum gjarna vilja kæmi hingað til dæmis. Það er alveg til staðar og það hefur maður séð gerast eins og til dæmis þegar ég var á Nýja-Sjálandi að það voru ákveðnir staðir þar sem höfðu túristavæðist mjög mikið sérstaklega í kjölfarið á Hringadróttinssögu og myndunum sem að fólk fór helst ekki til. Nema kannski mjög ungt fólk sem vildi fjör og stuð og sjá sem mest og eitthvað svona en fólk sem var að ferðast á annan hátt, kannski aðeins hægari ferðamáta, það var annar staðar. Þannig að staðir geta alveg mist vinsældir en það er ekki þar með sagt að ef þú til dæmis varst að skoða í Egyptalandi í kjölfarbyltingar þá veit ég fólk sem fór til Egyptalands í kjölfarbyltingar en það var bara ekki að fara til Luxor, það sem hryðjuverkin voru. Akkurat. Já, en það er þessi uppbygging eins og hún hefur verið hér og þú talar að dreifa meira landið en af því að fólk er að elta það sem að hefur séð allir vilja fara þú nefndir Egyptaland, þá vilja allir fara að skoða píramítana en svo kannski í Kaíró er líka fólki sem býr þar og er aldrei farið þar. Það er alls konar fólk í Íslandi sem býr í Reykjavík og aldrei farið upp í Turnu og Hallgrímskirkju en ef þú er túristi þá verður að gera það. Þannig að það er einhver leiti fólk alltaf að elta sömu hlutina og þá hefur verið sagt sem svo í staðinn fyrir að fara að markasetja Vestfirði eða Norðurlandið sérstaklega þá er miklu snurra bara að markasetja Ísland og tvöfalda strauminn inn á Suðurlandið því að þá mun fara leggur til Norðurlands bæði vegna þess að Suðurland er að sumu leyti bara of selt þannig að fólk áttar sig á því og fer að leita eitthvað annað og þá hægt og bítandi þá opnast þá fara fólk að byrta myndir af sér í Dimmuborgum og við Mývatn og við einhverja staði sem að hefur alveg sömu möguleikan á því slá í gegn eins og staðinir á Suðurlandi. Þannig að það að fara að toga allan strauminn, reyna að selja honum það að nætti frekar að fara til Norðurlands heldur þangað sem að vill fara, sem er að skoða Jökulsárlón eða bara Reykjavík, Jökulsárlón og aftur tilbaka. Þannig að það er þetta með síldina og fólkið. Að þú veist hvort þú getur raunverulega hafið það í hendi þér
að beina fólki þangað sem að það er hagkvæmast fyrir þig. Já, ég skil alveg hvað þú við og kannski er þetta líka leið. Ég meina, og ég er ekki að segja að við eigum að fylla Vestfirðina fólki eða fylla, veist, það er bara hvarflar ekki að mér, sko. En við höfum verið að til dæmis, það hafa, bara fyrir nokkrum árum, þá var auglýst Norðurstrandaleiðin. Jú, og það er alveg ferðamenn sem fara hana, þetta er í sjálfu sér, þetta er aðdráttarafl að fara einhvern svona gamlan veg Norðurströndina og en hún er ekkert viðhaldið og það er einhverjum, sko, það er ekki gert neitt úr honum, það er bara, það má alveg, til dæmis, Þú hafa þolinmæli að láta byggja upp. Það eru svona kaflar í Nóri til þess á vesturströndinni sem eru svona markasettir með þessum hætti. Já. Og þetta er leið, en þetta er ekki sko leið sem að fyllir staðinn snögglega af ofboðslega mörgu fólki. Og svo kannski líka með við, þú veist, þú talar mjög mikið og sem að ferðaþjónustan byggir mjög mikið á, er þetta sjónræna gildi, að þú eru að sjá allt. Þú veist, við gleymum öllu öðru, við gleymum lyktin og maktinu. Ég verður að taka mynd af mér á staðinn. Já, einmitt, sko. Þú veist, en það er svo margt sem við getur ekki tekið mynda, sem að getur verið bara mjög mikil upplifun líka, sko. Og þá er það ekki síst það sem við verðum að passa, það er gestrisnin. Það er þessi samskipti milli ferðamannsins og heimamannsins. Þetta snýst ekki bara allt ferðamannin. Þetta snýst líka að því að við erum manneskjur og þetta snýst menningu, samskipti. Þetta er ekki bara eitthvað eitt. Þetta er svo margt. Og það er allt þetta sem við þurfum líka að hugsa í sambandi við ferðaþjónustu. Og ég held að mörgu leyti að þetta hefði til dæmis þarna í Miðjarðarhafinu, sko, á þessum stöðum, ef að það hefði alltaf verið útgangspunkturinn, sko, þá væri að það sem að fólk á Kanaríum er að mótmæla er ekki ferðamaðurinn, heldur frekar þessi iðnvæðing á ferðaþjónustunni, iðnvæðing á manneskjunni, sko. Skilur þú hvað ég á við? Ég ferðaði það skosku eyjarnar og hálöndin. Og þá maður áttar maður sig á því að ég á svona 150 ára gömlum ferðamannaslóðum. Þannig að mótaðist ferðaþjónusta áður en að massatúrismin var. Algjörlega. Eða sem að gæti orða líka áður en almenningur hafði tæki á því að ferðast. Þannig að þetta var svona betur settir englendingar sem voru að ferðast þarna og að sumirleyti hefur ferðaþjónustan aðlagað sig að því. Þetta er svona smærri gistiheimilu, oft í eigu fjölskyldu. Dásanlega að ferðast þannig að mæli með því. Og þannig kannski myndu við Íslendingar vilja að íslensk ferðaþjónusta væri. Hún hafði kannski möguleika að verða þarna svona fyrst eftir Eyjafjallajökul. Þá voru margir bændur sem voru að byrja með því að breyta einhverjum af húsunum sínum yfir í einhverjum svona gistiaðstöðu og fleira. Og þetta var svolítið á þessu svæði. En svo kannski bara 4-5 árum seinna þá allt í einu koma stóru hótelinn og allt í einu kemur sko massa ferðaþjónustan og valtar umverulega yfir hina. Hún þarna kannski, en ég hef samt heyrt lýsingar á svona svæðum þar sem verið að tala það hversu mikil áhrif þetta hafði á samfélagið, að þeir sem voru kannski komið svona skrifa undan í ferðaþjónustun og allt í einu breytti sko bed and breakfastið þeirra yfir í bara hótel og allt í einu voru komið svo mikið útlendingu sem voru að vinna þarna og allt í einu var þetta bara svona iðnaður og þá voru svona alls konar svona skekkjur í samfélaginu og þessir voru byrjað að kaupa upp hina og þannig að þessi svona markaðsvæðing hefur gerst alveg ótrúlega hratt hérna og umbreytt. Þannig ég var að fólk við að vera með svona hugmyndur hvernig ferðaþjónustan var kannski fyrir 7-8 árum. Hún ekki þannig lengur. Hún það ekki, en hún það nefnilega samt sem áður að þú ferð aðeins út fyrir þessa staði, sko. Og ég meina, sko, ég hef nú verið að gera mína rannsóknir, sko, undanfarin ár á því sem köllum jaðarsvæði. Sem að, þú veist, jaðarsvæði eins og skilgreind af akademíunni, en við verðum að það er ekki hægt að skilgreina jaðar því að jaðar alltaf manna smiðja, sko. Þannig að þú veist, en þetta er svona, en þá, jaðarsvæði til dæmis í tengslum við ferðamennsku. Og það eru staðir inn á Íslandi þar sem að 1% ferðamanna koma á
sem ekki mikið, en samt sem áður felast verðmæti í því fyrir heimamenn. Og þeir myndu gjarna vilja að fleiri heimsæktu sér þó þeir væri ekki að fá fleiri 50 manna rútur með hrú af túristum. Og þar á þessum stöðum, þar þetta til staðar. Þessi litlu gistiheimili, þessi, og fullt af alveg ofboðslega mikið og skapandi frumkvöðlastarf sem að felst ekki í því að það sé verið að, þetta ekki frumkvöðlar eins og stjórnvöld vilja skilgreina frumkvöðla sem að koma inn með svo mikinn hagnað, heldur litlir frumkvöðlar sem að skapa, sem að vinna með umhverfið í sátt við umhverfið og með virðingu fyrir umhverfinu og menningunni. Það sem að þau og fjölskylda getur haldið áfram að reka þessa einingu og lifa svona góðu lífi en ekki með hugmyndir að fara í bankan og byggja 200 herbergja hótel hérna og ef það gengur vel að rúlla þessu hérna yfir og byggja helst 8 slík á næstu 10 árum. En þetta fólk að gera þetta ofta tíðum bara af ástríðun einnig saman. Þetta skilar ekki neinu rosalegu, fólk kannski, en þarna ættu stjórnvöld einmitt að vera að setja einn stuðning. Efla svona grasrótarstarf sem að einhvern veginn býður upp á að skapa svona nærandi umhverfi fyrir ferðamennsku og þegar ég að tala ferðamenn þá ég ekki bara að tala útlendinga, ég líka að tala Íslendinga. Þetta spurning það bara að búa á stað sem heimsóttur öðrum, hver sem það það er viðurkenning fyrir staðinn. Staður var ekki til ef hann var ekki heimsóttur. Það er bara eiginlega nánast einfalt mál, Þannig að staðir verða til í traffík þeirra sem koma og fara og ferðast staði. Og það er stefnumót. Já, algjörlega. Og ég meina, við vitum það bara að þegar ég var krakki og ég var í sveit á mjög afskekknum stað út á landi að fólk kom í löngum bönum. Þetta var bara, það var aldrei dauður tími í heimsóknum. Því að þetta var það sem fólk var að gera og það sem við erum með í dag bara annars konar ferðamennska en fólk samt að ferðast landið. Það var stundum eins og við verðum eiginlega gestir í eigin landi. Man eftir einu sinni gisti ég á Goðafoss og þá var konan sem að rak gistiheimilið og ég spurði hann eitthvað á íslensku og hún svaraði mér alltaf á ensku og ég spurði hann aftur á íslensku og því ég sá alveg var íslensk og svo var ég búin að eiga samskipti við mig held ég svona 5 ping-pong á milli þá allt í hennu fatt hann að ég væri Íslendingur og þá það alltaf málið það að hún með allt starfsfólkið talar ensku og allir gestirnir og þannig að þetta var bara eiginlega ekki lengur íslenskur veruleiki. Já, ég lendi í þessi æsveri í gær. Þetta Íslendingarnir byrjað að tala íslensku sína milli. Já, Íslendingurinn sem var að afgreiða mig og sagði, ertu Íslendingur? Og fór að tala við mig á íslensku, en þetta og ég hef staðið með það í sama að fara inn í búð og tala ensku við íslenskaðan starfsmann, bara fyrir gefðu, Þannig að En ég ætlaði að koma að einu, Wellebeck, franskur rithöfundur sem svo getur verið stuðandi, hann bjó til bók sem var þýdd á íslensku, heiti Kortið og landið og hún fjallar eiginlega túrisma í Frakklandi og hugmyndin svo að frakkar eiginlega lokaðir inn í svona túristanlandi sem alltaf verið að selja og að sumleiti þið bara farnir að leika frakka inn í þeir eru bara að tapa sinni menningu og eru bara eiginlega þykjast að vera frakkar svona fyrir túristarna og sumleiti að því að þá sem rosalega margir að fara í París en hlutastlega koma fleiri á Suðurlandið heldur nokkuð tíma til Parísar og kannski bara erfitt að finna svæði í heiminum þar sem að fjöldi ferðamanna sem hlutfall af íbúanum hærri heldur hér. Þannig að þetta álag að það komi svona annar kúltúr leggist eiginlega ofan á samfélagið og við svona dinglum inn í því alveg eins og við erum svolítið að tala að búa niður í bæ þá maður eiginlega bara sem að búa í einhverju kringlu sem fyrir einhver aðra
En ég meina, þú veit, í ferðamálafræðunum er þetta álag, er það ekki meira á Íslandi heldur eiginlega nokkuð staðar annars þar? Ég nú ekki svo vissi það. Kannski á Kanaríum? Gæti til dæmis, ég meina, og það fullt af stöðum þar sem að það mjög mikið, sko, þú veist, ég þekki til í Tromsø í Noregi, það talað það sama þar og hér og hvernig þetta hefur sérstaklega aukist núna, sko, því að norðurslóður orðnar mjög vinsalar og þarna sko, kannski öðruvísi, það eru aðrar árstíðir að veturinn sem vinsæll. En sko, ég held að þetta sé ekkit einstæmi, en ég held að við megum ekki, sko, alltaf hugsa, við búum, sko, við verðum held ég að hugsa svolítið það að sko, með bara hreyfanleika fólks í hvaða formi sem það við búum í mjög margbreytilegu samfélagi og við megum ekki hugsa ferðamannin sem hina og okkur svo okkur og eitthvað aðgreind. Við erum líka turistar. Við erum það. Við erum ferðamenn. Ekki heima hjá okkur? Akkur ekki. Okay. Akkur ekki. Það kannski það sem kortur á landið fjallar að þú veit að endar þau sem túristi bara heima þér. Já. Ég held að við séum ekki bara, þú veist, mér finnst, þú veist, heimurinn sem við búum í dag, hann einkennist af hreyfanleika fólks og hugmynda og fyrirbæra og við erum bara partur af því hvar sem við erum í heiminum og hvar sem við erum stödd. Þetta kannski, þú veist. Ok, en þú ert að segja að við verðum eiginlega að koma okkur saman hvernig við viljum þetta þróist og ég verið að segja að kannski hefur við ekki þann vettvang. Ég manna meira að áður en að túristabólan byrjaði, þá man ég var annarkorti, var á Helluða Hvolsvelli í svona búð sem að þar var. Það eitthvað búið að breyta nafna og ég var á svona það sem að kjötið var selt og þar var allt bara lærisneiðar í einhverju kryddsósu sem eru búnar til fyrir fólk sem í sumarbústað og ég hugsaði aumingjans fólki sem býr hérna. Þú veist, það verður að lifa eins og það sé í sumarbústað og þarf að grilla allt sumarið og meðan að vertið ekki einhver yfir því að maturinn sem svona bara venjuleg heimili kannski þurfa að hafa, hann bara hverfur og þetta bara því að túriðina þeir sem voru í sumarbústónum voru kannski 7 sinnum fleiri heldur en íbúarnir á Helluða Hvolsvelli. Þannig að það þessi breyting sem að verður að þú þarft eiginlega aðlaga þig að. Já, og það gerist alls staðar í heiminum á einhvern hátt, sko. Það ég meina, 1995, þá bjó ég í litlu þorpi á Spáni og var að gera doktorsrannsóknina mína. Og það var einmitt þorp sem var sko 1400 metra hæð við sjávarmáli á suður Spáni á stað það sem var að umbreytast í svona ferðamannastað. Því að þá voru allir búin að fá nóg á ströndinni og ferðamennska var fann að leita upp í fjöllin og sérstaklega svona ferðamenn sem vildu ekki það sem að ströndin bauð upp á. Og það var einmitt, það var sama umræðan. Það var, þú veist, búðin ekki fyrir okkur núna. Þetta var svona cirka 300 mann þorp. Yfir hásumari voru 18 barir opnir í því. Þannig, þú veist, hver hafði við 18 barir eitthvað. Þetta er miðbari. Já, en sko, og það voru allir að stíla inn á þetta. En svo einhvern veginn fór þetta svona aðeins að sko, fólk áttaði sig á því að það var ekkert sniðugt að vera með 18 bari. Og það var engin sko, að græða á því að, en þú veist, þetta voru bara hugmyndina sem fólk fekk. Það kom að ferðamenn opnum bar og en samt sem áður sko, þú veist, þorpslífið gekk alveg sín bara, þú veist, eins og það hefði alltaf gengið og það voru kannski meiri áhyggjur hjá sumum að því að landbúnaðurinn var svona að hverfa og það var ekki verið að rækta landið eins og hafði verið gert og það leiðandi var það að þorna og þannig að þú veist, við erum alltaf að fara í gegnum einhverja umbreytingar en ég held líka sko að og ég held að og, þú veist, þess vegna verðum við umbreytingar, það gerast ekki bara sjálf sér, það gerast af einhverjum að því að það, þú veist, það eru breytingar, lífið alltaf að breytast og heimurinn alltaf að breytast og það er hegil og þá verðum við einhvern veginn tessa og antitessa, það leiti alltaf einhverju svona og við verðum einhvern veginn
ef við ætlum að halda í við þetta og þannig að hlutir fara ekki alveg úr böndunum, þá verðum við að vera svolítið vöru okkur og átt okkur á að við getum alveg, þú veist, við erum ekki bara einhvern veginn máttvana gagnvart því hvernig þessi hönd leiður okkur, sko. En kannski að ég að ekki áherslu hvað við erum fá og líka áðan að við höfum eiginlega bara svo lítið, Reykjavík var svo lítil þegar bílaöldin kemur. Og meðan að kannski Þrándheimur sem á sama stað, miðbæri þar miklu stærri og hann rúmar, þú veist, svona miðbæ, hann rúmar líka svona gamalt verkamannahverfi og svona brottborgarahverfi og eitthvað svona, en okkar Reykjavík var svo lítil þegar úthverfavæðingin var, þannig að við eigum hana bara. Þannig við getum ekki farið eitthvað lengra. Man geti sagt eins og ef þín kenning er rétt svona þetta leiti jafnvægis að nú ætti að vegna þess að miðbærinn er kannski orðið svolítið mikið okur á veitingastöðum og fleira og kannski svolítið svona einæft að það verður að leiðilegt að vera afgreiða fólk sem sér aldrei aftur þannig þá myndi kannski verða til í úthverfunum ódýrari veitingastæðir sem að væru kannski það sem að væri kannski svona nýjungin í þróun matsöldsstaðan ætti að verða þar en ég sé þetta ekki alveg gerast Nei, maður sér þetta ekki alveg gerast maður sér þetta ekki alveg gerast líka af því að sko til dæmis að leigan svo há að þú ætlar að opna veitingastað í miðbænum þá yrður að vera með túristaprísa það verður bara okra Já, það verður okra af því að það er okra á þér Já, þannig að við erum svolítið í þessum vítahring og það er einmitt þessana kannski eins og þú sagðir áðan það þarf einhver að stíga inn í það þarf eitthvað að breyta hugarfarinu Það held ég að sé stóra máli en ég held að sé enginn að bara gera það en ég held að sé líka alltaf lægi að tala um það að það þurfa að gera það og líta á eitthvað sem tiltekin verðmæti. Það er eitt sem að mér þess vantanir bæ er kannski svona þokkalega stór ódýr veitingastæði þar sem að kannski það er mikið af eldra fólki sem að býr eitt í miðbænum. Getur farið þar og borðað, maður sér þetta í Miðjarðarhafslöndunum, það er alltaf eitthvað svona staður nálægt miðjunni. Það sem að þú í staðin fyrir að þú setja að borða 1944 rétti heimaður einn, þá getur farið og borðað það kannski svipuðum prís á veitingastæðnum og kannski kallarnir taka eina skák á eftir og eitthvað svoleiðis. Ef við ætlum að búa til gott samfélag þá verðum við að eiga svona einingar. Og þessi eining hún getur ekki lifa af ef allt verðlag og húsnæði og öllu miðast við túristana. Já, ég er alveg sammálaður þar. En við höfum kannski ekki heldur þú veist menningin okkar hérna á Íslandi bara alltaf svolítið lokuð inn í húsum og heimahúsum. Það henta illa þegar fjölskyldan hefur minnkað. Já, og margir búa einir og einmannaleiki er heilbrigðisvandamál í Íslandi eins og annars staðar. Algjörlega. En þetta maður sá þetta bara þegar ég bjó á Spáni að þú veist það var alltaf þetta að fara út og fá sér eitt drykk og spila spil og fá sér tappas og fara svo heim og borða þar en það er náttúrulega að borða fólk klukkan 10 á kvöldin og þetta var, þú veist það er miklu meira þetta félagslíf ef maður getur sagt sem að fólk vill taka þátt í allan tíman en það er einhvern veginn ekki svo mikill menningarlegu grundvalli fyrir því alltaf á Íslandi en ég tek alveg undir með þér akkur ætti það ekki að vera og kannski er það eitthvað sem við þurfum að breyta líka Má ég spyrja það einu að því að verið mikið fyrir fjallað núna og þú nefndir það með bílastæðin gjaldtaka væri vinsælasti staðurinn á Íslandi og það allt í einu gerist það að alls konar fólk fer bara að reyna að græða á bílastæðum og kannski ferðu enga þjónustu þú bara leggur þarna og það tekir naður peningur og það er ekkert sem að byggir upp Þegar ég var að ferðast Skotland og þá fór ég aðeins yfir til Englands og norður Írlands og þar er svona National Trust sem heldur utan þetta. Og þar er hugmyndin líklega svo að þeir byrjuðu líklega bara í Stonehenge og þar er mikill túristastraumur þannig að þeir taka gjaldtöku inn og þetta búa til móttöku hús og þar eru bílastæði og þú getur komið þarna og farið að fara á salerni og fengir eitthvað borða og ef það er rigning úti þá getur þú skoða eitthvað sýningu þannig að ef þú ert kannski ekki mjög fótalúin og svona þá færðu eitthvað út úr ferðinni en ef þú ert ekki þannig að það er búið til svona góð heimsókn fyrir alla bæði fólk sem kemur í rútu og fólk sem kemur bara eitt á hjóli og allt saman
Svo er peningar sem koma þarna inn og þá takar við þurfum ekki byggt meira þannig þá notum við peningarna til þess að byggja upp einhvers annar staðar og hægt og bítandi þá hefur þeim tekist að byggja upp bara mjög glæsilega aðkomu að öllum helstu menningarlegum og náttúrulegum túristastöðum með samstilltu átaki og þetta sjálfseignarstofnun sem svona til hliðar við ríkið en hefur svona vissa skyldur. Hefur skyldur og kannski líka ákveðin stuðning, það ekki? Mjög vinsæl meðal og þetta líka aðferð til þess að ná peningum að túristunum. Þannig að því við búum þá borgum við bara árgjald og getum heimsótt alla staðina. En ef ég kem þarna og bara í viku, þá það akkúrat gjaldi sem að vera að rukka mig inn til þess að fara inn á þennan stað, aðeins ódýrara heldur en árgjaldið, þannig að ég kaupi alltaf stykki fyrir stykki. Og þetta svona svipað og vatnabúsarnir í Feneyjum, það sem að hvert far rándýrt en ef þú kaupir árspassa þá það kannski bara svo 3 för þannig að það bara aðferð við að ná peningum að túristunum. Af hverju hafa Íslendingar ekki farið til þessa leið? Ef við höfum farið þessa leið þá hefðu við getað notað Þingvelli til þess að byggja upp aðstöðu við Reynisfjöru sem hefur notað aðstöðu til þess að byggja við Jökulsárlón sem hefði síðan verið hægt að fara með einmitt á jaðarbyggðirnar, jaðarsvæðin sem ekki jaðar og haldið áfram uppbyggingu í staðin fyrir núna raunverulega peningurinn tekinn af ferðamönnunum en það bara einhverjir sem græða á því að þeir áttu einhverja lóð undir bílastæði. Ekki spyrja mig á hverju en þú veist, ég veit alveg hvað átt við ég bjó í Skotlandi, ég lærði í Bretlandi ég veit alveg nákvæmlega hvað þú ert að tala hérna og þetta mjög undarlegt að okkur hafi ekki þetta bara eins og með almenningssamgöngunar og annað slíkt, eins og þú segir fólk kemur á hjólum, fólk kemur á rútu fólk kemur á bíl, fólk kemur þú veist, það allir möguleikarnir eru þarna inni og þú leggur á þessum stæðum sem eru vel útbúin og það eru öll aðstæða þarna. Þetta ætti ekki að vera mikið mál eins og þetta sett fram, Þetta ætti ekki að vera mikið mál, en þetta hefur ekki verið gert. Og ég held að þetta bara orðin klísja, en samt klísjan ég held hún eigi alveg við, þetta bara smá vilda vestrið, og við leifum því einhvern veginn að viðgangast. Ég algjör svona stjórnleysi. Já, en ég meina, hugsa, ég er svo laus við þessi blessuðu upp því að ég keyri ekki og ég held að þegar fólk fyrir að tala um þetta þá hugsa ég, hvað minn góður, hvað ég fein að ég bara þarf ekki bara að hugsa þetta því að þetta að setja, þetta að leggja frí hjá fólki á hliðina því að það veit í hvaða app það á að vera að borga fyrir bílastæði. Þetta er bara stressvaldandi. Og akkur ekki hægt að skipuleggja þetta á einhvern hátt þannig að það sé ekki einhverju dúddárið í bæ bara sem að geta verið að rukka þig hvar sem þú ert. Þegar við trúum að dúddarnir munu byggja upp besta samfélagið ef ég segja það sem ég var að segja áðan með orðalagi. Það trú stjórnvalda að dúddarnir þeir viti best og ef dúddarnir elta hagnaðinn að þá verður þeir gott samfélag. Það svolítið málið held ég. Það þarf að grípa inn í og það bara, nú erum við bara komin þangað sem við vorum eiginlega að byrja. Það þarf eiginlega að grípa á einhvern hátt inn í að láta hlutina ekki bara vaða stjórnlaust áfram. Og ég vil ítreka það að við verðum, mér finnst við hafa skyldur til að gera það út af því að ferðamennska bara miklu meira en það að vera eitthvað tæki til að koma inn með hagnað og þá verðum við að hugsa hvert hagnaðurinn að fara, hvað hann á að gera og það akkurat eins og þetta með National Trust í Bretlandi. Það bara frábær fyrirmynd. Já, hvað á hagnaðurinn að gera, þessi hagnaður sem kemur inn, hvað gerum við við þetta og hvernig viljum við vinna í sátt við umhverfið, ekki bara vinna á umhverfinu og segja hérna eru náttúruperlur, seljum þær. Fólk vill sjá þetta, fólk vill sjá þetta, en gerum það ekki á þennan hátt, gerum það með hugsun. Og svo líka þetta gerir það bara vel
Já. Það er margt að þessum húsum sem ég var að vísa sem er svona móttökustæðir og kemur þarna inn og svo labbar að því sem er attraksjónin eða það sem það koma að sjá. Þá er þetta oft gert svo fallega sko að aðkoman. Ég man eftir, normenn hafa einhver leyti farið svona svipaða leið, kannski ekki jafn svona afgerandi og breytandi. Ég man eftir einum stað sem var kannski svona svipað og Seljalandsfoss. Það var svo fallegt þegar maður kom inn sko og svo labbaði maður í gegnum og er að fara út á svæði og svona fossinn opnast fyrir manni. Þannig að svona allt gert á svona einhverju natni. Smekkvísi. Sem er annað heldur en þess að þú kemur á Jökulsárlón sem verður að segjast er bara eins og einhver svona furðuleg vertíðarstemming. En svo getur þú heims og staði eins og hvað heitir þetta, gestamóttakan eða þannig Ásbyrgi sem er alveg ofboðslega fallegt sko. Þessi staðir er alveg til en hvernig þeir og ég bara það er ánægja að koma þangað inn. Og vísir af því á Þingvöllum. Algjörlega. En því ég er svona svolítið nörd og var á þessu stöðum þá reikna ég alltaf, þetta er svona margir sem kom hingað. Já, þetta væri þá svona svipað og getur verið Seljalandsfoss. En svo hugsaðum að móttaka sem er á Þingvöllum hún er svona svipað og er í Bretlandi hjá einhverju sem er að taka kannski bara 1/6 af þessu gestum. Þannig að jafnvel það sem þetta er vel gert hjá okkur í samanburði við hina, að þá erum við einhvern veginn eins og við séum bara langt á eftir. Því þarna ætti að geta verið sko miklu glæsilegri aðkoma. Jöp. Herðu, aldrei skaman að fá þig að koma hingað og tala um þetta því að þetta er náttúrulega mikla samfélagsbreytingar. Já, það er það. Og eitthvað sem við þurfum bara að vera svolítið vörum. Já, Katrín, kæra þakkir. Takk fyrir. En við erum að reyna að ná í skottið á heiminum sem er alltaf að breytast hraðar en við náum að skilja. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það að koma út bók á íslenska bóknefni sem heitir Allt ástina. Þetta er ekki eftir Pál Óskar eins og við getur haldið. Þetta er eftir baráttukonu, fræðikonu, skáld, mikil hugsus í Bandaríkjunum sem að skrifa undir nafninu Bell Hooks. Hét reyndar Gloria Jane Watkins og er frábært held ég að fá bók eftir hana á íslensku. Við verðum að koma öllu því besta sem hefur hugsað í heiminum yfir á íslensku ef við ætlum að halda henni á lífi. Það er Uggi Jónsson sem að þýði bókina en formála skrifar Brynja Elisabeth Halldórsdóttir sem er hingað komið, dósent í gaggrínum menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Allt fyrir ástina heitir þetta bókin. Við erum ekki með hana, hún er ekki komin út, hún lítur verið að bara leiðinni. Hefur þið haldið á henni? Nei, ekki ennþá. Ég hlakkar rosa til. Herðu, ég ætla að fá þig til þess að segja mig frá þessu. Við ekki að byrja á höfundunum. Hver er Bell Hooks? Bell Hooks er kona sem að fæðist í Suðurríku Bandaríkjunum rétt það leyti sem að frelsisbaráttan fyrir svarta og brúnt fólk er að fara í gang. Og hún upplifir bæði það að fara í skóla fyrir svart börn og svo vera í skiptum skóla og það gengur ekki alveg eins vel eins og gekk fyrir marga og svo fer hún í háskóla í Stanford og þar upplifir hún svolítið breytingu á lífinu sínu út frá þessu að verða feministi, að verða búddisti og breyti lífinu sínu og fer að hugsa svolítið tilbaka til fjölskylduna sinna, til reynslu sinna. Hún skrifar eiginlega allt sem hún gerir út frá sinni eigin reynslu. Þannig að það er margt í öllum bókunum hennar sem að talar það að vera hún og að vera blökkukona í Bandaríkjunum. Í anda þess sem rauðsökurnar sögðu að þið persónulega er pólitískt, þið pólitíska er persónulegt. Já, akkurat. Þetta tilheyrir, hún gerir þetta náttúrulega sérstaklega en þetta tilheyrir líka svolítið þessari kynslóð. Já. Sem að gera þær náttúrulega svo áhugaverðar og mikið svona sprengikraftur í þeim. Já. En hún, hvað er hún?
náttúrulega orti, hún skrifaði. Já, hún fræðimaður. Hún var baráttukona, hún er eitthvað aktivisti. Hvað kallar maður svona fyrirbrigði? Ég myndi kalla þetta, nú er það algjörlega dottið úr mér, so it's a not professional activist, fræðimaður aktivisti. Það er eitthvað eitt orð sem við getum bundið saman, það er ekki til á íslensku í raun og veru, eins og oft gerist á íslensku. En hún er svona, hún er á mörkunum, já, hún er á mörkunum, var alltaf fræðikona, var alltaf að vinna við háskóla og svoleiðis, en svo var hún alltaf baráttumaður. Ég meina, það var alltaf markmið hjá henni að hvað sem hún skrifaði var aðgengilegt öllum. Það var ekki, hún ætlaði aldrei að skrifa neinu fræðamáli þannig að hversdags fólk gæti ekki lesið þessar bækur og fengið eitthvað upp úr þeim. Þannig að það var alveg rosalega mikið hlutverk hennar og það er kannski líka það sem að talar þegar tengist í að hún notar lágstafi í nafni sitt. Þannig að maður er að skrifa hana, þá er alltaf verið að leiðrétta og stækka þetta, en hún gerir þetta viljandi til þess að draga sig út úr því sem hún er að skrifa. Þannig að henni fannst rosalega mikilvægt að koma hugmyndunum sínum og fræðina á framfæri og hún fer svolítið víða völl. Hún skrifar mikið svarta feminisma, hún skrifaði alveg heilan helling karlmennsku fyrir svarta karlmenn. Og svo skrifar hún líka 2 eða 3 bækur sem að fjalla kennslu minnihlutahópa og jafnræði í kennslu sem eru bara alveg ótrúlega. Mér finnst mjög óvenjulegt að það sé ekki til á íslensku. Þessar 2 bækur. Það er mikilvægt. Já. En allt sem hún gerir, hún er eiginlega að gera það til þess að breyta heiminum. Já. Hún nennir ekki fram úr fyrir minna. Nei. Þetta skipta máli vegna þess að stundum er eins og svona fræðimennskan lokist af og oft gagnrýnt fyrir það að stundum ósikki svona einhverja fílabeinsstundna, en ég er ekki alveg beint að minna það vegna þess að þú getur verið að skoða stöðu einhverja svona hópa og greina þá, svo ferðu bara heim í háskólan og snýrður ykkur öðru, en fólki situr eftir í svona þeim vanda sem það er. Þannig að hún eiginlega vildi vera fræðikona og vera meðal þeirra sem að... Hún var mjög gagnrýnd af fræðasamfélaginu fyrir það að vera ekki að skrifa á fræðilegum máli og vera svona aðgengileg. Þannig að það fannst mér alltaf svo rosalega áhugavert að við eigum sem akademist fólk, við eigum að tengjast umhverfið. Það er eitt af stóru hlutverkum okkar í akademíunni, er að vera aðgengileg. Hún er svartur feministi. Já. Hvað merkir það? Það eru 4 svona, hvað heitir það, bárur eða sveiflur af feminisma. Það er first, og þær byrja náttúrulega með hvítan feminisma og það bara hendaði ekki mörgum konum, sérstaklega minnihlutakonum sem að voru að berjast við aðra hluti, að reyna að finna daggæslu, reyna að finna góða vinnu, fá vinnu við hæfi og það réttindabarátta þeirra var allt öðruvísi heldur en það sem að hvítar millistéttarkonur voru að berjast fyrir á svipuðum tíma. Þannig að út úr þessu og með þarna The Black Panther Party og tengsl þeirra við Angela Davis og ýmsa aðra, að þá sprettur upp þessi umræða sem að verður til þess að konur fara að horfa aðeins öðruvísi á barátuna sína og hún talar rosalega mikið þetta, að ekki útiloka neinn, við viljum ekki útiloka neinn, en það verða allir að vera samstaða. Þannig að þú veist, það er enginn sem á að vera eftir á. Maður þarf að taka til allra og þetta er 1970 með the Combahee Agreement. Þannig að þetta er... Eitt geti verið að hvítar millistéttarkonur og þær vilji fá jöfnréttindi við karla inn í þeim heimi og það kannski dugar þeim, en svartar konur þær þurfa meira það, þeir þurfa að breyta heiminum til þess að við getum fengið það. En það lítur líka að vera í því að það sem er oft spennandi við feminisman á þessum árum er svona sjálfsmyndar umbreyting af því að konur sem verða feministar, að þær eiginlega þurfa að endurskilgreina sjálfa sig í samfélaginu og endurskilgreina allt sem að þær eru sem að samfélagið hefur kennt þeim. Maður myndi líka halda að það sem að sú ummyndun sem er hjá hvítum millistéttar
var eins og maður séð með rakirði að segja þetta býtur milli þetta feminísku. Ég meina þær voru á þeim tíma, það breytist alveg. En svo umbreyting sem er svona einkanleg og persónuleg, að hún dugar ekki svörtum og brúnum því að þau þurfa eiginlega meiri afgerandi breytingu til þess að yfirvinna bæði að vera kona og svo tilheyra hópi sem að kannski bara kynslóð áður var lítið á eins og múldýr. Þetta lítur að vera svona meiri svona persónulegri. Þetta er það. Umbreyting. Og ég held að bókin sé svolítið svona, þessi bók sé akkurat svona umræða þetta líka að taka ástina út fyrir hann ramma sem við skiljum sem samfélag þar sem ástin maður á að þjást, þetta á að vera erfitt, maður á að gefa frá sér endalaust og allar þessar hugmyndir sem við höfum ástina og hún talar rosalega mikið hvað það er mikilvægt fyrir mann að elska sjálfan sig og skilja sjálfan sig til þess að geta gert þetta, til þess að geta elskað út á við og þar af leiðandi umbreytt heiminum af því að ástin er það sem henni finnst það vera tólið sem við getum notað almennilega til þess að umbreyta heiminum. Herðu, hún er að fjalla ástina og hún tekur svona ýmsar birtingamyndir hennar og hvernig samfélagið hefur skipað ástinni til sætis, eða ekki? Og hvað er áhugavert við það hvernig hún gerir þetta? Hún byrjar á því að skoða hverjir hafa skrifað ástina og kemst að því að karlmenn hafa verið að skrifa ástina en konurnar eru elskendur, þannig að það eru að elska fólk og þannig að þær eru að framkvæma meðan að karlmenn eru svona að greina þetta og hún vildi akkurat vegna þess vildi hún breyta umræðunni þannig að hún tekur og skoðar alveg sögulega séð umræðuna ástina og fer svo að kafa þess dýpra í þetta til þess að sjá munin á það að við höfum einhvern veginn dottið í þessa þjáningu, þessa pyntingu að elska einhvers konar pynting til þess að sýna við berum ást til einhvers, þá er það bara einhvern pynting það og vera sorg í kringum því og allt svoleiðis og hún segir þetta bara er ekki rétt hjá okkur, þetta er bara rugl, hvað erum við að gera hérna? Við þurfum að hugsa ástina sem eitthvað sem er gefandi, sem er eitthvað jákvætt. Ef við endalaust erum að hugsa þetta sem eitthvað neikvætt, þá getum við ekki fært okkur fram, getum ekki orðið betri. Þannig hún byrjar á því að tala þetta með þessum hætti og svo fer hún svolítið út í svona sósíalisma eða social justice þar sem að við verðum öll að vera jafn og það er ekki, það dugar ekki að elska bara einn lítinn hóp eða elska bara í kringu sig, heldur verður þetta jafnréttisbarátta. Ástin verður fyrir henni jafnréttisbarátta. Að ef við hættum þessu og förum að tala betur saman og þá byrjar hún byrjar að tala út frá því að vera svört kona í þessum geira og svo fer hún að tala út frá því svo hvernig aðri geta komið að, hvernig hvítt fólk geta komið að, hvíta konur, þær verða að vera með það því að við klárum þetta aldrei, þessa baráttu jafnrétti og jafnræði nema við sem öll samtaka og það í kringu það ástin sem að heldur okkur saman og svo fer hún út í að skoða karlmenn og hvernig það fyrir karlmenn líka að þetta ekki bara pynting fyrir konur, heldur líka þessi afgerandi karlmennska sem í boði, að maður þarf að vera sterkur, maður má ekki gera ýmislegt og það bæði það bara fyrir alla, fyrir hvíta og fyrir svarta. En hún byrjar hún að tala út frá svörtu fólki og hópnum að því að það hennar hópur sem hún tilheyrir og hún vill til þess að byrja með það markmiði hennar að ná til þeirra og breyta svolítið hægt og rólega það sem að gerast í kringu þau og brjóta niður þessa múra sem að við höfum og þessar hugmyndir sem við höfum bæðum sjálf okkar og svo að samfélagið ýtir á okkur. Þannig að hún byrjar að tala líka þessa karlmennsku og ástin í samkvæmt því sem að svartir karlmenn eru líka að upplifa að vera sterkir og svoleiðis að það sé rosalega mikilvægt að ná þeim með til þess að geta gert þessa breytingar. Þannig að hún fer alveg djúpt í þetta bæði að horfa, hún ekki bara alltaf að tala til kvenna, hún alltaf að tala til allra. En ástin sem hún að fjalla
Er þetta eitthvað skilt hérna ástarkraftinu sem að... Berglind Rós og Anna Guðrún Jónasdóttir í Svíþjóð það verið að fellum? Ég hef lengi verið að hugsa það því að ég hef unnið með Berglind Rós og við höfum oft talað þetta og ég velti fyrir mig hvort að þetta sé ekki á svipuðum tíma sem að þær eru báðar að skrifa af því að hún gerir þessi bóki skrifu svona cirka 1991 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú veist, ég veit ekki hvort að þær voru í samtali en það eitthvað að gerast í heiminum sem gerir það að verkum að þær sé á svona svipuðum stað með ástarkraftin. En hún að tala þetta þannig að það ekki bara að tala skyldu sín og ég hef ekki lesið eins mikið og ætti að vera búin að lesa ástarkraftin. En hún að tala þetta út frá því að frelsa alla, að frelsa, þetta frelsisbarátta fyrir hana. En ástin getur verið bara ást milli tveggja einstaklinga og tengd svona einhverju holdlegu og svo getur það verið eitthvað að komið í einhvern kærleika í guðlegri sín þannig að sem eiginlega svo loftkendur og óholdlegur með öllu leyti. Ástin hennar, hvað hún? Hún meira í áttina. Þú myndir lýsa henni fyrir mér. Ef ég rækist á hana. Rækist á hana. Þetta náttúrulega er þessi umhyggja sem maður hefur fyrir nágrannan sinn, eða við ættum að vera með fyrir nágrann okkar. Við eigum alltaf að hugsa út frá því að það ekki bara ég og fjölskyldan mín og allt svolítið. Þannig að hennar hugmynd allt miklu meira í áttina að kærleika. Hún náttúrulega var búddisti og var mjög tengd búddismann. Þannig að þar kærleikurinn svo rosalega mikilvægur. Þannig að hún horfir á þetta alltaf sem það ekki nóg að elska bara í kringu sig, heldur verður maður að elska út fyrir þá og elska þá sem manni finnst erfitt að elska. Til dæmis hvíta kallmenn sem hafa beitt manni ofbeldi. Þannig það svona svindl að elska bara þá sem að til hópnum. Það ekki svindl, en þú ert að minnka getu þína. En við vitum það inn í svona hópum að við tökum bara eitthvað sem engu þykir vænt eins og bara mafían. Hún mjög trygg fyrir þeim sem eru innan, innmúræður og innvígðir og vantar ekki að mæra hvern annan og knúsa og kjassa. Þeir geta drepið alla sem eru utan. En hún ekki hrifin af svoleiðis. Nei, ég myndi heldur ekki halda að það væri ástarsamfélag. Ef þú horfir á það, þetta samfélag sem í raun og veru ofbeldissamfélag. Þetta heldur sig í kringu, þetta bara ofbeldi. Þeir eru ekkert að elska hvern annan út frá því heldur þeir að notfæra hvern annan. Og ástin notfæri mann ekki. Við erum með bara... Nú eru Ísraelsmenn að fagna að píslarnir eru lausir sem að þeir líta svo á að við stöndum alltaf elsku svo okkar fólk að við erum til í að fremja þjóðamorð til þess að bjarga þessum 6 sem eftir voru. Hún ekki að tala slíka ást. Nei, hún ekki að tala slíka ást. En hún að tala ástina sem svona afl sem að í heiminum og myndi gjarna vilja brjótast fram og umbreyta heiminum. Já, þetta ekki auðvelt. Hún ekki að tala þetta sem eitthvað sem auðvelt að gera eða auðvelt að framkvæma. Heldur hún alveg að tala þetta sem vinnu. Að þú þarft alltaf að vera meðvitaður sjálfa þig, hvar þú ert staddur eða stödd og svo hvernig það, breytist út frá þér. Hvernig ferð þú að því að breyta heiminu? Þannig að þetta getur verið svona skilið sem svolítið einstaklingsmiðað af því að maður alltaf að horfa út frá sjálfum sig en maður alltaf að reyna að skapa eitthvað svona samfélag sem að út frá þessum kærleika, út frá þessum ást. Þannig að þetta finnst mér alveg, þetta rosa erfitt þegar maður hugsa þetta, maður verður stundum pirraður og kannski þolir einhver ekki eða einhvern sem gerir eitthvað bara óvart og það alltaf, maður verður alltaf svolítið pirraður og maður getur ekki alltaf verið með annan kærleika. Mér skrítið það að hugsa þetta líka því ég alin upp kaþólsk og kærleikur líka hluta kirkjunni, bæði bara í kristni kirkju og í öðrum trúarsamfélögum líka en þannig að þessi kærleikur hann alltaf svo erfiður að framkvæma. Alltaf svo erfitt að vera bara ég ætla að nálgast þessari mannesku með kærleika í huga þó að hann hafi gert mér megin.
stundum kannski trúum við því að þetta sé svo töfrasproti að ef við sýnum kærleika þá breytist allt. Já. En stundum breytist ekkert nema það voru bara við sem breytust. Já. Og það er ekkert slæmt. Svona þessari kynslóð, svona næstu því svona fórhippi eða vonbrigði hippana þegar við stannum svona Black Panther og fleira sem voru þarna sem var trú á því að við gætum í alvörunni breytt samfélaginu að sömuleyti má segja að fólk hafi orðið fyrir vonbrigðum svona kynslóð. Svona félagslega starfið skila sér ekki var náttúrulega hluta til mætt bara ofbeldi bara niður. Þannig ekki Black Panther sem að menn voru bara á flótta. Já, en það er ýmislegt sem þeir gerðu sem að urðu að eitthvað í ríkisrekstrinum, til dæmis það að bjóða börnum upp á mat á morgnana, fátækubörnum mat á morgnana í hádeginu. Þetta var eitthvað sem að þeir gerðu innan síns samfélags sem að var hluta ríkisrekstrinu. Við vorum með alvöru samfélag voru og þannig tengdust á raunverulegan, þetta voru ekki sófakommar, við tengdust á raunverulegan hátt inn í svört samfélag. En svona heilt yfir þá verður kynslóðin fyrir einhverjum vonbrigðum og þá kemur svolítið svar sem að eina leiðin til að breyta heiminum að breyta sjálfur. Þannig að þýðir ekki að fara að breyta heiminum og þá verður heimur verða þannig að þú getur vaxið og að sömuleyti þá verður þetta svona nýöldin og að sömuleyti svona upptaktur af nýfrjálsíkjárunum sem er mjög einstaklis hyggju tengt og að margir fóru að reyna að breyta sjálfur sér. Lokuðust inn í jóka klefunum og komu svo aldrei út og breytti aldrei neinu. Hún er líklega með eitthvað, hún vil ganga lengra en það. Já, miklu lengra en það. Og hún gerir það í svona bókum, hún byrjar mjög snemma að tala að hvernig er horft á eða hvernig ímynd svartra er í bandarísku samfélagi. Hún talar Race, Looks and Representation sem er eina af fyrstu bókunum hennar, fjallar einmitt hvernig auglýsingar eru öðruvísi fyrir hvíta og fyrir svarta. Þannig að hún er alveg að reyna að benda á alveg strax og snemma á þannig mun sem kemur upp úr þessari frelsisbaráttu og færi svo yfir í ástina og það getur alveg litið út svolítið eins og hún er að tala einstaklingshyggju og nýfrælshyggju í þessu. Það gæti verið, en ég ég heyrði þetta í fyrsta skipti og ég var alveg, ég man ekkert eftir því í bókinni, þannig ég endurlas bókina og ég hef ekki séð þann vott. Hún horfir á sitt samfélag og hún talar til þeirra og þau upplifa heiminn allt öðru sem heldur en við. Það að vera hvít og millistjættar hefur áhrif á hvað ég get og get ekki gert en þeirra reynsla er bara allt öðru. Ég las, fyrsta bókin sem ég las eftir hana heitir We Real Cool, Black Men and Masculinity og þá var strákurinn minn svona 15-16 ára gamall og hann var að glíma við alls konar vandamál í skólanum og rosalega klár en með ADHD en hann var brúnn. Og ég skildi aldrei af hverju það var alltaf hann var alltaf að lenda í vandræðum. Hann var ekkert að gera neitt annað heldur en aðri strákar voru að gera. Samfélagið ögraði honum linnulaust. Já, og það er bara þessi hugmyndafræði, svona er brúnt og svart fólk, það hegðar sér svona með þessum hætti og það er búið að skrifa þetta er í læknisfræðisbókum, þau finna minni sársauka, það er alls konar búin að finna út og þetta er svo gegnumgangandi í öllum samfélagum, það er alveg ótrúlegt. En það ég lesa þessa bók og allt í einu er ég að lesa reynslu sonar minns. Hún er að lýsa hvernig skólar niðast á ungum strákum til þess og gerir það verkum að þeir bara halda aldrei áfram að mennta sig vegna þess að þeir eru bara útilokaði frá þessu. Þannig hún er alveg alltaf að tala út frá sínu samfélagi og maður verður svolítið að setja sig inn í það stundum. Af því að þetta er allt öðruvísi heldur en það sem ég upplifði sem krakki á Íslandi. Já. En kannski eru við komið nær, við getum fundið unga
drengi sem upplifið á Íslandi. Já. Það sem að svona inngróin ótti okkar við svartamannin mótar viðbröð okkar við þeim og erum raunverulega að búa til úr þeim það sem að við óttumst sem hinn ókveikjandi svarti maður. Já. Strákur minn var hérna í nokkur ár, hann vann hérna sem fullorðinn maður og hann var alltaf að tala það, þú veist, hann labbaði fyrir horn og það var bara ungt fólk sem var bara, þú veist, svartur, ég var hrædd. Þú veist, og hann upplifði rosalega mikið af þessu og hann var ekkert að gera neitt, hann var bara farin niður í bæ að djamma með öllum. Og fólk skynjar þetta í bara veikum augnaráðum og ýmsu svona atferli. Það sem eru hérna ninnuleg svona smá skilaboð að það sem er að forma því inn í það sem að við óttumst á þessert. Já, þetta öráreiti og sem að Erla var einmitt með kynningu á menntakveiku í síðustu viku. Akkurat tók viðtöl við börn af blönduðum uppruna og þetta var fólk á aldrinum 18-25 og þau höfðu upplifað bara alveg frá Brautubarsbeini, alveg þanglega voru á þessum aldri alls konar útskúfun. Það svona með sem að við ættum að geta skilið, ég sem að konur geti skilið að hvernig upplifa að það eru svona, kannski ekki alveg lokað dyr, en það svona verið að setja ykkur í eitthvað svona tiltekin sess áður en að þið fáið að segja hverju þið eru og ég held kannski að fylga eldra fólk, ég held að við búum við mikla aldursfordóma, eldra fólk kannski upplifir þetta líka, það bara finnur að það ekki verið að hlusta á sig einhvern veginn og það bara haldið að það sé að tala bara eins og gamalt fólk og skiptir ekki máli og þannig að við getum fundið það. En hins vegar í því út af þannig að hún komi út úr allt öðrum heimi með allt öðrum svona menningu sem náttúrulega rosalega þykk og ég sá að hún gerði ljóðabók Appalachíufjöllin. Það sem að kemur svo mjög sterkt fram að þetta eiginlega, það bara allur niður aldana kúgun og niðurbæling á okkar fólki og okkar menning að sömuleyti menning þeirra sem hafa lifað það af og þetta náttúrulega, þetta ekki svona sigurvegar þetta ekki sigurvegara menningar svo við Íslendingarnir viljum búa til og Íslandssagan sé saga einhverja hetja linnulausra. Þannig að það alveg svona rosalega meir en blúsaður, það eiginlega svona ég hugsa alltaf, hefur þið lesið Fanon, Frans Fanon? Nei. Hann var frá Guadeloupe en var í Afriku og skrifaði heilmikið kolonialisma og hann einmitt talar sko til dæmis að ljóðskáld sem eru að berjast og kljást við svona kúun, þá að talað þetta sem combat poetry og ég hef alltaf ég mikið gaman að rapp og hlusta rosalega mikið á rapp og það oft sé ég sérstaklega þetta eldra sem á þessum tíma 1991 og allt svona. Áður en peningarnir tóku alveg yfir rappið. Já, að það þessi combat poetry og það að koma aftur líka, maður sér það í Kendrick Lamar til dæmis sem að núna mikið að rappa og bara áhrifamikill rappari núna. Og þá skiptir það máli í ljóðinu eða rappið að búa til einhverja sögu sem að skýrir þessa stöðu. Þannig að þú getur þá risið upp. Því að þú verður að skilja, þú getur ekki hafnað henni, þú getur ekki lokað hana. Sem kannski gagnrýni á þetta sem þetta rapp sem Já, og núna þetta líka, sko, það líka gott, þú veist, eitt af því sem að þarna hefur komið út úr þessu bæði með þar sem hún hefur skrifað og aðri hafa skrifað það sem að kallað Black Joy það líka því að það búið að bæla, þú mátt ekki vera svona hávær, þú mátt ekki láta svona, mátt ekki gera þetta, það alveg búið að vera horfa á mann og íta niður að þarna hefur verið rosalega mikið verið að vinna með það að vera hamingjusamur eða joy með, þú veist, með sjálfum sér án þess að þetta sé einhvern veginn nýfrjálshyggja eða sjálfsást. Ekki svona besta útgáfan á sjálfur. Já, og það finnst mér rosa gaman að sjá, til dæmis getum að sé það til dæmis þegar að Kendrick Lamar tók lagið fyrir fótboltaleikin og Serena Williams kom og dansaði þannig að þú veist, það er Black Joy, hún að taka þátt í einhverju sem opinbera
baráttu þeirra. Já, og sem með þennan bakgrunn sem ekki bakgrunnur hinna linnulausu sigurvegara og þú ert að segja að það sé ólíkt því sem haldið okkur í nýfrjálshyggjunni sem að vera alltaf best útgáfan af sjálfum sér og það sem við erum eiginlega með viðmiðunum okkar utan okkar. Við verðum að viðmiðun okkar innanfrá. Já. Og það rosa mikilvægt í bókinni líka. Hún talar rosalega mikið það að það byrja hér og færi sér svo út á við. Við getum þú varst að tala svona kærleikan og ástina sem afl í samfélaginu, þekkjum söguna þarna, ég man ekki hver það var sem að sagði það, að upp að menningu mætti rekja til beins sem að hafi fundist, það sem að sá að hafi verið fótbrotnað og hafi verið gert að því. Þar hefði menningin, að við verum alltaf að sjá í British Museum endalaus að spjótsotta og það sem hernaða söguna, að menningin raunverulega og þá erum við komið svona kannski hugmyndir svona svo ólíku öfl sem í heiminum og ástin aflið sem gæti fært okkur betri heim. En við erum ekkert mikið að ræða hana. Við þurfum að ganga frá ýmsu, við þurfum að drepa nokkra og við þurfum að koma ýmsu á hreint og við þurfum að byggja þetta og þá kannski höfum við tíma fyrir ástina. En hún ekki á þeirri línu, hún segir að við höfum að byrja á ástinni. Já. Ég meina við náttúrulega færst alltaf lengra og lengra frá og þessi nýfrjálshyggja sem hefur tekið yfir og orðið af því sem við sjáum í heiminum í dag sem að mínum að þetta frekar ókveikjandi, meir og minna, bara út allan heim, að við höfum einhvern veginn fært okkur frá þessum kærleika og þessu hugsa ástina. Ég ekkert viss við höfum alltaf gert það. Það hefur alltaf verið svona í smá hópum frekar heldur en eitthvað sem svona meira á heimsvísu, sko. Þannig að hún vill alltaf ganga út frá ástinni og út frá kærleikanum að við getum leyst vandamálum og þetta getur orðið jafnréttisbarátta, þetta getur orðið social justice. Samfélagslegt réttlæti. Já, samfélagslegt réttlæti. Sem hugtak sem líka einhver leiti dáið út úr stjórnmálaumræðunum sem réttlæti. Já. Sem var miklu meira. Já. Og Love and Peace var náttúrulega einkenni á svona samfélagslegri vakningu sem var og fólk skammaði sín ekkert fyrir það. Nei. Það var kröfuspjaldið, það stóður Love. Já. En það ekki nettir í bæ með það held ég ennþá. Þannig einhver leiti reisi þetta og þessum væri að tala vonbrigðin og þá hefur kannski setið eftir sem oft sagt við þann sem að vill berjast fyrir réttlæti og ást og friði að þú svo næf að halda það að ef þú ætlar að vera með það sem þína baráttu þá verður bara valtað yfir þig þannig að auðvitað myndu við vilja lifa í slíkum heimi en það bara ekki í boði. Já, ég held að sé svolítið nægt líka að hugsa þannig. Já, ég veit. Þannig að þú veist að því að þetta er aldrei svart og hvítt, það er alltaf eitthvað gráttinn á milli og ég myndi miklu frekar vera á þessu jákvæðu nótum og vera með hann ást og með hann kærleika og halda áfram að reyna að breyta heiminum, að gera tillögur að einhverju og vinna vinnuna sem að þarf til þess að bjóða öllum velkomin og frekar heldur en að þetta er allt og mikil vinna að vera reiður allan tíman eða vera frekikallinn, sko. Það bara ekkert, ég held að það sé bara ekkert hollt. Herðu, Bandaríkin ferð okkur Bell Hooks og þú ert hálfu frá Bandaríkjunum. Já, ég myndi aldrei segja það, en já. Og þú, ég er bæði bandarísku og íslensk, myndi ég segja. Já, og þú er öll háskólamenntuðin í Bandaríkjunum. Já. Maður heyrir það stundum í máliðinu að þú ert bæði að leita íslensku og svo er svona smá hreimur þarna inni þannig að þú ert Já, ég fallbeigja stundum vitlaust og ýmislegt annað. Þetta einhver leiti þetta landið þitt og það gæti af sér Bell Hooks, það gæti líka af sér Trump talandi svona, sem ekki beint svona ástar kraftur? Nei, aldrei myndi ég segja það. Nei, hann að reyna að rífa þetta allt niður. Það hefur verið og það sem mér finnst svo áhugavert við þetta allt saman er að sögulega séð að maður skoðar uppruna skrifendur réttlætisbaráttunnar í Bandaríkjunum eða friðar, ekki friðar heldur The Revolution frelsisbaráttuna að fólki fannst alltaf svo rosalega sterkt að það var ekkert hægt að brjóta þetta
en hann hefur gert það á minna en 12 mánuðum. Brotið bara eitthvað sem að allir heldu að væri bara hreinlega ekkert hægt að brjóta. Svolítið sönnum þess að það tekur skamma tíma að eyðileggja eitthvað sem að tók langa tíma að byggja upp. Og þannig svolítið menningin okkar og það það sem að maður horfið til Bandaríkjanna og þessum að tala þetta núna þegar við erum að tala ástakraftin. Að það sem að andúðin og ómannúðin allt í einu bara logar út allt. Og það sé svo menning okkar, það sé svo þunnt lag sem heldur henni bara innan einhverja marka, innan skikkalegri marka. Hún aldrei góð sko. Nei. En þegar það rofnar, að þá eins og fornir helvítis að við rofnið. Já. Ég meina það náttúrulega allt lifilegt núna. Það var ekki og það, þú veist, allt sem að það var alltaf til. En það var alltaf svo undir föröld, sko. Það mátti ekki tala þetta og ýmislegt annað. Leið og einhverja svo hann kemur og bara, mér alveg sama, ég segi bara það sem ég langar að segja, að þá rofnar þessi sáttmáli að við eigum ekki að tala þetta og svo líka vandamálið að við eigum ekki að tala þetta en málið að það lagast aldrei, við breytum aldrei neinu ef við ræðum það ekki. Og það náttúrulega oft erfitt að tala við fólk sem hefur alveg rosalega sterkar skoðanir sem öðru sem heldur maður sjálfur. En til dæmis bara tala fordóma og svoleiðis að ef maður gerir það ekki, þá breytum við engu. Þú veist, þegar krakkar í skólunum að verða fyrir fordómum, þá þú veist, er ekki nóg að segja, já, hann meinti þetta ekki þannig, eða þetta hristu þetta bara af þér, því að þetta síendurtekið og við verðum að hugsa svolítið, sko, hvernig getum við bætt þetta? Og eina leiðin til þess að gera þetta er að þora að tala, þó að það sé erfitt, þó maður gerir vitlaust. Leið og maður segir eitthvað rangt eða vitlaust eða einhver leiðir eftir manni, þá segir maður bara takk fyrir og breytir því sem maður búin að gera. Það ekkit, þetta flókið en samt alveg svakalega einfalt. Sem maður þarf að gera ef þú ætlar að sjóður heimilið eins og hér, að það rúmi alla. Já, og vera með inngildandi samfélag. Já, annars væri það bara fyrir sömu og við erum komin hérna með samfélag sem væri lítið af óréttlæti, ójöfnuði. Lítill ást. Já, lítill. Þannig ástin tæki sem við eigum að hafa efst í skúfunni. Já, ef ekki bara á mjöðminni í vasanum, sko. Alveg bara vera með þetta svo síma, sko. Alltaf að hugsa út í þetta. Við höfum stundum talað það og meiri segja þá ekki bara að tala svona kærleiks, svona stóru ást. Þetta eru við líka oft að tala það, við höfum bara að tala meira ástina í svona tengslu við umræðu samfélagsmál. Já. Og það sé eitthvað skekkja að það sé ekki gert eða gert í einhverjum svona sér afmörkuðum básum. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur frá merkri bók. Aðeins kannski varðandi þetta lærdómsritin. Lærdómsritin hennar. Þetta kemur út í þeim. Já. Lærdómsritunum. Já. Sem að stórkostlegur bókaflokkur og einhvern tíman var líklega hugmyndið svo að við þyrftum að þið verum að flytja þetta allt yfir á íslensku. Já. Og við getum ekki haldið íslenskri menningu nema við náum að flytja inn það sem hefur mest og best og máttugast verið hugsað í heiminum og menn fóru þarna og þýddu gömlu kallana alla þarna og svo náttúrulega sáu menn einhvers staðar að það kannski ekki að við myndum aldrei við náum aldrei í skottið á okkur ef við gerum það. Þannig að menn fóru að skjóta inn svona yngri bókum og þetta er líklega með þeim yngri sem hefur dottið inn. Það sem er bók sem er bara valla fertug. Bara 34 ára gömul sem kemur hann inn og það er ein leiðin til þess að fylla inn í menninguna því inn í þessari bók náttúrulega öll gömul hugsun líka. Þannig að þú þarft ekki endilega að byrja á Plató og fikra það áfram. Nei, alls ekki og hún gerir alveg bara skýra grein fyrir því í byrjun, sko. Hvar hún byrjar að skoða ástina og hvar hún finnur ástina fyrst, skrifum ástina. Varstu glöð þegar það var haft sambandið að... Já, alveg rosalega. Ég notaði þessa bók, ég notaði mikið af hennar skrifum í doktorsverkefninu mínu, sko, þannig að þetta er rosa og ég hef alltaf hugsað, okkur ekki til meira eftir hana á íslensku. Og þá spyr ég að þessu, okkur ekki til meira eftir hana á íslensku? Ég held að það sé bara, við erum ekki mörg sem að hafa lesið hana, það er aðeins stækkandi hópu núna.
En þú veist þessar bækur sem að fjalla kennslu til dæmis og kennslu á að vinna með minnihlutahópa í námi, þær hafa bara ekkert verið þýddar vegna þess að það bara hefur engin lesið þær. Það hefur ekki verið talin ástæða til þess fyrir ekki svo löngu síðan. Það var ekki til ástæða. Nei. Það nú eitt af því sem gaman að vera í Íslandi. Við höfum eftir að uppgöta svo margt. Já. Brynja, Elsabeth, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur frá Bell Hooks og bókininnar. Já, takk sömuleiðis. En við ætlum að halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða byggðamál. Sumum finnst að hvað maður að segja, raddir landsbyggðana séu fullveikar í fjölmiðlum, að við séum alltaf höfuðborgar miðaðir við ráðandi dagskrárgerðar og fréttamenn, en það búum við langflestir á höfuðborgarsvæðinu. En Hagstofan gaf út skýrslu mannfjölda á Íslandi í síðustu viku og það hafa verið sagðar fréttir af því að Selfoss og nágrenni sem dæmi komið yfir 10.000 íbúa. Það eru sem sagt staðan þannig að 1. janúar 2025 byggu 244.536 manneskjur á Stór Reykjavíkursvæðinu og þá er að tala samfellda byggð frá Hafnarfirði til Mosfellsbæjar og þetta eru 63% mannfjöldans. Það er hins vegar staðreynd að fólksfjölgun er í nánast öllum landslutum og höfuðborgin hefur ekki stækkað umfram landsbyggðirnar að jafnaði í að mér skilst 14 ár. Og á þræðinum umræða byggðaþróun á Facebook greinir Þóroddur Bjarnason, prófessor við HÍ, að 9 stykki ný þorp landallt hafi náð nægum mannfjölda til að teljast byggðakjarnar, sem er áhugavert. Vöxtur höfuðborgarsvæðisins eins og ég sagði áðan, umfram landsbyggðirnar ekki lengur staðreynd og þarf víst að fara held ég 14 ár aftur til þess að finna það að landsbyggðirnar séu að skreppa saman en höfuðborgarsvæðið að stækka. Þetta er nú töluverð breyting. Og svo nefnir Þóroddur að fjölgunin á Suðurlandi, alveg austur á Höfn, sé eitt kapitel, alveg sér kapitali út fyrir sig. Og á línunni er Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps. Komdu sæll og blessaður, Einar Freyr. Góðan daginn. Gaman að hafa þig hérna með okkur á Zoom. Þetta sem ég nefndi síðast í upptalningunni að þessi fjölgun á Suðurlandi alveg austur á Höfn væri kapítilu út af fyrir sig. Geturðu aðeins rennt yfir það með okkur til að byrja með hvenar það skeið hófst, hvers vegna, hverjir eru kostir og gallar fólksfjölgunar, hljóta ekki að vera einhverjir vaxtarverkir, innviðalegir eða menningalegir. Því mann grunar nú að stóran hluta þessara fjölgunar hjá ykkur sem og víða annar staðar á landsbyggðunum megi skýra með innflytjendum. Er ekki svo? Jú, takk fyrir boðið. Gaman að fá að koma og tala um þetta hjartansmál, byggðamálin. Já. Og það er alveg rétt það sem að Þóroddur segir að þetta er sér kapitul út af fyrir sig, það er að segja Suðurlandið.
og ég held að það megi segja að Vík og svona nærsveitin hérna séu þetta eitt ýktasta dæmið sem að hægt að finna frá sko síðustu 5 ár að þá hefur íbúum fjölgað 60%. Já. Og það má eiginlega byrjar þessi öri vöxtur svona upp úr 2014-15. Þetta mikið til að gerast á 10 árum. Já. Sem að við þurfum átt okkur á ótrúlega stuttur tími. Einmitt. Fyrir svona gríðarlega breytingar. Já. Og þetta auðvitað bara eins og allir vita, þetta öruuppbygging í ferðaþjónustu og alveg rétt að þetta er drifið áfram af erlendum íbúum sem að flytja hingað og enda gætu við ekki rekið þessa atvinnugrein öðruvísi. Við erum einfaldlega ekki með nógu margar hendur á Íslandi til þess að vinna verkin og þetta ekkert nýtt í heimsögunni. Fólk hefur flutt heimshorna á milli til þess að elta tækifærin. Þannig byggðust nú bara Bandaríkin upp á sínum tíma líka, sko. Þannig að við erum kannski svona bara ördæmi Ameríku. Það sem hefur verið þetta sko gríðarlega jákvætt hjá okkur að sjá að það hefur dregið úr íbúaveltunni vegna þess að ferðaþjónustan orðin heilsás atvinnugrein. Já. Það algjört sko lykilatriði. Þetta ekki vertíða atvinnugrein hjá okkur. Hún var það fyrir ég meina bara 15-20 árum að þá voru þetta 3 að hámarki 4 góðir mánuðir úr árinu og þú kannski réðst inn fólk á þeim tíma en síðan laðist allt svolítið mikið í dvala. Já. Hér hjá okkur núna þá veitingastæður eru opnir allt árið. Það er helst að hótel og eigendur og gistuhúseigendur upplifi sko vandræði við það að geta sinnt sko viðhaldi vegna þess að það helviti dýrt að loka. Já. Þannig að það eru svona vaxtaverkinir hjá atvinnurekendurum. Auðvitað fylgja þessu líka vaxtaverkir hjá okkur og ég meina við horfum upp á það núna hjá okkur og það eru yfir 60% okkar íbúa sem eru erlendir íbúar. Já. Og þetta og þarna þurfum við bara svolítið að eiga heiðarlegt samtal sko hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að viðhalda tungumálinu okkar. Já, það ætlum við að viðhalda íslenskunni. Já. Þetta hefur verið mikið áherslumál hjá okkur núna á þessu kjörtímabili, sérstaklega vegna þess að við sjáum og eins og ég sagði áðan að það hefur dregið úr íbúaveltu. Núna yfir helmingur barn sem verið að skrá á leikskóla hjá okkur. Já. Þau eru með fjölmenningarlegan bakgrunn, annarkvort báðir foreldrar erlendis frá eða annað. Já. Og þarna þurfum við virkilega að vera með fókusinn vegna þess að við viljum tryggja að eftir 15 ár, þegar við útskrifum þessi börn úr grunnskóla, að þau hafi þá færni, þá getu í íslensku til þess að geta sótt sér framhaldsnám. Já, ég og þú myndum helst vilja að þau gætu lesið Laxness í framhaldsskólanum sem innfættu börnin eru hættan að lesa. Sko. Þannig að en þetta stór sko, og það mikilvægt að við höfum sko fókus á þessu vegna þess að annars getum við hort fram á sko stór aukinn kostnað bara í félagslega kerfinu hjá okkur. Já. Ef við valdeflum ekki þessa einstaklinga til þess að vera bara standa jafnfætis öðrum börnum og ungmennum þegar kemur að framhaldsnámi. En hvernig hefur gengið að hýsa þennan hóp og hvaða leiðir hafið þið haft til þess að standa í þeirri innviða uppbyggingu sem að þurft hefur til að taka á móti svona mörgu nýju fólki? Þetta þannig að það hefur aldrei verið byggt jafn mikið eins og núna og hefur verið núna síðustu ár. Þetta náttúrulega mjög merkileg breyting sko fyrir svona 20 árum að þá var náttúrulega bara hálfgerður svartipétur að eiga húsnæði hérna í Vík. Já, já.
ef að þú til dæmis sko fékkst og þú gast mögulega fengið íbúðarhús í arf hérna í Vík og það gat bara verið heilmikill svartipétur vegna þess að þú kannski vildir ekki búa því að þú gast ekki fengið vinnu hérna við hæfi. Þú gast heldur ekki selt þetta út af því að það vildi enginn kaupa þetta. En aftur sko núna hvergi það íbúðarhús hérna á svæðinu sem ekki búið í. Það bara svoleiðis. Auðvitað hafa sko atvinnurekendur hafa verið umfangsmiklir á íbúðamarkanum. Eðlilega vegna þess að þeir auðvitað eru að reyna bara að tryggja sína starfsemi og þeir geti haldið áfram að vaxa og til þess þurfa þeir að ráða til sín fólk. Það sem við höfum verið að gera hins vegar núna á síðustu árum, það að reyna að búa jarðveg fyrir fjölbreyttari form búsetu. Við fengum Brák leigufélag inn á markaðinn hérna í fyrra sem bara merkilegur áfangi. Þetta í fyrsta skipti sem það óhagnaðardrifið leigufélag komið inn á markaðinn í Vík. Það að fara að kaupa fleiri íbúðir núna á næsta ári. Þannig að það að stækka því að auðvitað það þannig að það svona, hvað ég segja, það slæmt fyrir alla að atvinnurekendurnir þurfa að vera svona umfangsmiklir á íbúðamarkaðnum og fyrir atvinnurekendurna vegna þess að sjálfsagt vildu þeir frekar geta nýtt fjármunina í að byggja upp sína starfsemi frekar og fyrir starfsmennina vegna þess að þú þá auðvitað svolítið háður þínum atvinnurekenda. Þú getur ekki leitað í önnur atvinnutækifæri ef að þau skyldu opnast. Nei. Þannig að svona okkar sýn svo að það verði virkur leigumarkaður. Þannig að atvinnurekendur þá fari síðan í auknum mæli að sjá sér hag í að losa þetta íbúðarhúsnæði sem þeir hafa keypt. Þannig að þetta auðvitað bara langtíma verkefni en það góða að það eftirspurn eftir húsnæði sem að þýðir að það byggt íbúðarhúsnæði. Hvernig gengur að koma í veg fyrir að tvær þjóðir lifi í okkar landi, önnur sem talar íslensku reiprennandi og hegða sér eftir siðum innfæddra og svo hinn hópurinn, hvernig gengur að blanda þessum hópum saman? Sko, mér hefur þótt að ganga vel. Ég hef ekki upplifað mikla svona, getum við sagt einhverja svona menningarlega árekstra þannig. Við sko brugðumst við þessari mjög svo breyttu stöðu í upphafi þessa kjörtímabils því að eftir að kosningalögum var breytt að þá þarf fólk að hafa búið á Íslandi í 3 ár til þess að vera orðið kjörgengt í sveitastjórnir og vera með kosningarétt og þetta þýddi að fjöldi erlendra íbúa og kjörskrá fjórfaldaðist. Og það er bara mjög breytt staða hjá okkur og spurningin svolítið sem við stóðum þá frammi fyrir sko, viljum við að helmingur kosningabæra manna í sveitastjórnum séu algjörlega óvirkir og hafi enga aðkomu að stefnumótun og hafi ekki skoðanir á þeirri þjónustu sem að sveitafélagið veitir. Þannig að það var ákveðið að koma á fót svokölluðu enskumælandi ráði sem að vegna þess að við þurftum að horfa bara svolítið raunsætt á þetta. Ferðaþjónustan enskumælandi atvinnugrein. Það 99% af viðskiptavinum í ferðaþjónustu, nú bara slægi fram 99%, ég hef ekkert fyrir mér í því. Það langstærstu hlutinni eru erlendir ferðamenn sem ekki tala íslensku. Þannig að fyrir einhvern sem kemur hingað og vinnur í ferðaþjónustu, hann getur farið í gegnum viku í vinnunni án þess að þurfa raunverulega nokkuð tímann að tala íslensku. Þannig að við gerðum þetta, stofnuðum þetta enskumælandi ráð, en það sem hefur einmitt verið skemmtilegt að það hefur langmest púður farið í að ræða íslensku og íslensku kennslu og að frumkvæði ráðsins að þá var ráðinn verkefnastjóri, inngildingar og íslensku og við erum í viðræðum við mými endurmenntun einmitt bara þróun á íslensku kennslu. Þannig að það er mjög svona lifandi umræða þetta og ég held hvernig kemur maður í veg fyrir þetta, það bara með því að tala saman.
Já, það er það sem við erum að reyna að gera. Og myndirðu segja að það hafi tekist vel? Myndirðu segja að það væri engin svona hætta á því að tvær þjóðir búi í þessu landi? Það er alltaf hætta á því, sko. Já. Og auðvitað getur kergja einhvern veginn magnast, og ég meina það hefur verið heilmikil umræða bara stöðu íslenskunar. Það var líka talsverð umræða bara þetta enskumælandi ráð sem að við stofnuðum til, sko, á sínum tíma. Sumum hefur fengist að einhvers konar uppgjöf kannski, eða hvað? Já, akkurat. Já. Menn hafa svona borið það þannig á borð. Ég er algjörlega ósammála. Þetta snýst að við opnum dyr að samfélaginu fyrir nýja íbúa. Gerum þeim kleift að koma hérna og þau fái að hafa skoðanir á því hvaða þjónustu við erum að veita og að við leitum saman leiða til þess nákvæmlega að efla íslenskukennslu. Vegna þess að við þurfum að eiga virkt samtal við þá sem ekki tala íslensku það hvernig við kennum þeim. Hvaða leiðir henta þeim? Þannig að þú trúir því að því gefnu að við setjum mikið púður, vinnu og bjargir í íslensku kennslu og í þann prósess að taka með virkum hætti samskiptalega, tungumálulega á móti öllu þessum nýju vinum okkar sem vinna störfin sem halda samfélaginu gangandi, þá að því gefnu að við stöndum við okkar, þá þurfi íslenskunni ekki að stafa hætta af þeim heljarstökkum sem orðið hafa hér í íbúaþróun. Nei, ég held ekki. Ég held að þetta er samt þannig að við þurfum að passa okkur líka einhvern veginn ætla ekki að gleypa fílinn í einum bita. Þetta er búið að gerast á svo ótrúlega skömmum tíma. Já. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að við séum ekki alveg búin að bregðast við öllum þessum miklu breytingum. Ég held og mér finnst, það er mín persónulega skoðun, mér finnst að við ættum að setja fókusinn sérstaklega á að tryggja stuðning við barnafjölskyldur. Já. Þá sem ákveða að setjast hérna að og ákveða að eignast börn sem að koma inn í skólakerfið okkar. Mér finnst að það eigi að vera áhersluatriði. Já. Horfa á þennan hóp og tryggja stuðning við þessa foreldra og aðstoða þá líka við að læra íslensku þannig að þau geti stutt sín börn í gegnum skólagönguna. Og ég veit ekki, ég held að við þurfum ekki, okkur hefur kannski ekki gengið neitt svo svakalega vel að viðhalda íslensku einu sinni hjá okkur sjálfum. Nei, einmitt. Þannig að mála skrattan á vegginn, þarna veit ég ekki alveg hvort það sé við hæfi. Ég held að við þurfum að taka miklu dýpri og víðari umræðu menntakerfið í heild sinni til þess að ná utan um það verkefni líka. Já. Það er nú stundum sagt að það sé ágætt að greina heiminn með því að segja sögur og ég var til dæmis staddur á Siglufirði helgina og gisti þar á hóteli og fekk mér að borða og var sem sagt túristi, ákvað að fara frekar norður til Siglufjarðar en að skreppa í helgaferð til Köpen eða Parísar. Enda mikill byggðamaður, dreifbýlismaður sjálfur og finnst að við á höfuðborgarsvæðinu gætum verið duglegri að gefa landsbyggðunum gaum og sækja þjónustu þangað. Og við tekum okkur inn á hóteli og kona mín og það er náttúrulega erlendur starfsmaður og við förum í bakarið og þar eru bara erlendir starfsmenn og þar var kona, heimamaður sem var eitthvað að hnussaði í henni og hún sagði maður getur ekki einu sinni talað íslensku heima hjá sér og átti þá við það að í bakaríinu þá þurftu við að tala ensku, við sem ætluðum að fá okkur eitthvað í bakaríinu og ég spurði hana svona móti en hvort staðan væri þá kannski þannig að það væri bara engin brauðbúð, það væri engin bakari ef það væri ekki þetta erlenda starfsfólk og hún svo sem svaraði því ekki neitt en þessi saga, það er ýmislegt í henni finnst mér. Fyrsta lagi þá voru sem sagt held ég allir sem þjónuðust
vottuðu okkur, þeir voru af erlendu bergi brotnir. Þannig að það þýddi ekki fyrir okkur að tala íslensku. Öðrulegi þá rekum við okkur þarna á einhvers konar andúð, einhvers konar fyrirstöðu hjá einhverju heimafólki. Kannski var hún undantekning þessi kona, ég veit það ekki, en henni fannst þetta ekki gott að hún get ekki beðið sinn snúð bara á íslensku. En þá það spurningin, hefði maður geta sótt Siglufjörð heim og notið þar afbragðsgestristni og fengi frábæra þjónustu ef ekki hefði komið til allt þetta nýja fólk. Er ekki svona í svona sögu rúmast ekki einmitt margar víddir, bæði árekstrarnir en líka staðreyndin að hér væri bara lítil starfsemi á jaðartímum utan háannar ef allt þetta fólk væri ekki hér komið. Jú, það er auðvitað þannig. Þú hefðir ekki úrval veitingastaða að velja úr hérna í Vík ef ekki væri fyrir alla þessa ferðamenn sem að heimsækja okkur og ef ekki væri fyrir allt það fólk sem að starfar í þjónustugeiranum. Aftur finnst mér, og ég held að það sé kannski bara samtal sem að atvinnulífið mætti svolítið taka, sko. Ég meina, ég finnst að fyrirtæki bera nefnilega líka samfélagslega ábyrgð, sko. Og til dæmis staða tungumálsins okkar og það hvernig við viðhöldum tungumálinu, það er ekkert eitthvað einkamál bara stjórnmálamanna eða einhvers eins ráðherra eða bara sveitarfélagsins. Þetta er bara samfélagsins í heild og fyrirtækin eru partur af samfélaginu. Þannig að ég hefði svolítið gaman að ég sjá bara fyrirtæki stíga aðeins fastar inn með það að gera tungumálið okkar sýnilegra. Vegna þess að ég held að það sé engin veitingastaður hérna í Vík sem að ég fer á og ég get ekki beðið bara ef ég vill fá lambafilei þá beðið ég lambafilei eða ef ég vill fá einhverja tegund af pítsu að þá bara biðja hana á íslensku og þau skilja mig öll. Já. Það er allavega mín upplifun en tungumálið okkar þarf að vera sýnilegt. Mér finnst að það mætti vera sýnilegra, bara heilt yfir hjá okkur. Því að það er líka, af hverju kemur fólk til Íslands? Það kemur til Íslands til að upplifa Ísland og íslenskan er bara órjúvanlegur partur af því. Já. Þetta er en heldurðu að því ég nefndi þessa konu til sögunar eru ennþá margir sem eru svona pínu frústreraðir. Þetta er kannski á engum við fólk sem að kannski hefur sjálft ekki mikla kunnáttu í ensku. Það hefur svolítið strandað í eigin landi, er það ekki? Ég meina, ég held að við þurfum að bara bera virðingu fyrir einmitt nákvæmlega þessu sjónarmiði vegna þess að ég held að þessu langfæstir sem að vinna af einhverju einskæru hatri gagnvart innflytjendum. Þeim bara, fólk er bara kannski óöruggt, sko. Og ég held að það sé, við þurfum að kannski nálgast fólk þannig, sko. Og aftur, ég meina, ég held að það er engin einhvern veginn ein góð lausn og við breytum þess ekki eitthvað eitt fyrir og bingo, sko. Nei. Ég held að þetta muni taka lengri tíma en svo. Þannig að ég held að við ættum að varast með, varast það að fara að búa til skautun þar sem hún þarf ekki að vera til staðar, sko. Já. Og þess vegna, ég er alveg sammálaður með það er mjög mikilvægt, en það er líka svolítið gott við tímana núna að við getum sagt svona sögur, við getum vegið og metið kosti og galla og á einhverjum tímaskeiðum þá var þetta kannski svolítið að umræðan var mjög í eina átt eða aðra en núna erum við kannski svona aðeins að þroskast í því að við getum rætt bara kosti og galla á rólegum nótum, ekki satt, sem fylgja þessum miklu menningar breytingum og nýjum tímum. Jú, algjörlega og ég finn ekki einhvern veginn, ég fæ ekki þó tilfinningu að það sé einhvern veginn, ég tek bara sem dæmi, erlendu íbúarnir mínir, þeim finnst bara fullkomlega eðlilegt að við séum að tala stöðu íslenskunar. Já. Og við höfum áhyggjur af þessu og bara þessu verkefni að viðhalda tungumálun okkar. Já. Ég upplifa bara heilmikla virðingu gagnvart
því sjónarmiði okkar hjá þessum hópi okkar erlendu íbúa og þau vilja bara held ég mjög gjarnan sko bara styðja við og fá að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Ég held að við þurfum líka átt okkur á því sko. Það er áhugi þar líka. Já. Heyrðu, þetta var nú, fannst mér áhugaverður kafli, en ég sagði hér í upphafi að það væri ekkert mjög væri bara lítil umræða yfir höfuð byggðir landsins í fréttum og svona umræðinni og raddir landsbyggðanna hafa verið sterkari, finnst mér svona þegar ég horfi áratugi aftur í tíman. Náttúrulega búin að vera lengi í þessum fjölmiðlabransa. Það á sér stað gríðarleg verðmætasköpun út á landi og deilirðu með mér því að þið séu svolítið hornreka svona alla jafna í umræðinni, þið sem ekki búið á höfuðborgarsvæðinu. Sko, ég upplifi oft heilmikið svona, ég upplifi svolítið ríkt að við séum mjög afskipt þegar það kemur af samskiptum við ríkið. Já. Almennt upplifi ég sko, bara ákveðna spennu hjá fólki, almennt bara gagnvart uppbyggingu sem á sér stað og ég heyri engan sem kemur hérna í Vík sem hefur ekki komið í langan tíma að segja bara, herðu, vá, hvað er eiginlega búið að gerast hérna? Þetta er frábært. Já. Og ég veit ekki, við náttúrulega höfum bara fram til sko, já, hvað ég að segja, ef við miðum við að þessu uppbygging byrji fyrir cirka 10-15 árum, að þá vorum við náttúrulega bara búin að vera á miklu undanhaldi. Já. Í bara áratugum saman sko. Og umræðan einhvern veginn jafnvel ennþá, sérstaklega finnst mér af hálfu ríkinsins litast svolítið af því sko. Þetta er nefnilega góður punktur af því að það kom fram áðan að höfuðborgarsvæðið hefur ekkert verið að bólna út á kostnað landsbyggðina núna samanber það sem Þóroddur segir í 14 ár. Ég veit það og það er einhvern veginn mín upplifun að stundu séu ennþá og ríkið sé jafnvel ennþá að grundvalla sína stefnumótun svolítið af bara gamalli þróun sem bara á ekki við rök að styðjast í dag. Þetta held ég sé hárrétt, já, því að við upplifum það náttúrulega áratugum saman að þessa miklu varnarbaráttu, sko. Og ég held náttúrulega þetta er áhugavert svona í svona byggðaþróunarlegu, svona sögulegu samhengi það sem búið að vera að gerast hérna vegna þess að maður leyfir sér að ofur einfalda hlutina, að þá held ég þetta sé í fyrsta skipti síðan að sjávarþorpin byggðust upp á sínum tíma. Sem að við erum að sjá eitthvað svona markvissa uppbyggingu á atvinnustarfsemi og þéttbýli út á landi. Og sko það er náttúrulega ekkert nýtt sko. Það er engin tilviljun til dæmis að þetta gerist hérna í Vík. Það er bara út af því að við setjum þetta í samhengi við sjávarútveginn. Það er bara gott aðgengi að miðunum hérna. Já, við erum með marga ferðamannastaði hérna í nágrenninu. Ég held að sko við eigum eftir að sjá ennþá bara hvar tækifærin geta legið til dæmis bara í þróun á nýjum þéttbýliskjörnum. Ég meina, hvenær var einhvern veginn svo ákvörðun tekin að þéttbýlisþróun á Íslandi væri lokið? Já. Hún grundvallast auðvitað bara á sko atvinnuþróun. Já. Og nú erum við bara með mjög, getum við sagt, bara ólíka þróun heldur en þá sem það var. Já. Og ýmislegt svona, ég veit ekki, ég hef til dæmis persónulega fundist einhvern veginn umræða sko sameiningu sveitarfélaga líka, hún er svolítið grundvölluð á bara svolítið, hún er úr sér gengin finnst mér sko. Vegna þess að við erum bara með fjölmörg sveitarfélög landið allt sem hafa bara verið að vaxa, bara verið að dafna. Ég meina, Mýrdalshreppur til dæmis er bara velreikið sveitarfélag og bara hefur getu til þess að fjárfesta í innviðum. Ertu gegn því að ráðherra beiti handaflsaðgerðum til þess að sameina sveitarfélög og fækka þeim? Ertu gegn því að það sé lágmarks mannfjöldi? Mér finnst það bara óþarfi. Það er það sem mér finnst. Við höfum verið að horfa og þróunin hefur náttúrulega verið bara mjög í þá átt að sveitarfélög hafa sameinast. Við höfum verið að sjá sameiningu á síðustu árum. Ég hef svona, mér hefur stundum fundist umræðan pínulítið skrítin sko, þegar að einhvern veginn stærri sveitafélög einhvern veginn að pirrast yfir því að það séu til minni sveitafélög sem að stærri sveitafélögin samt ákveða að veita þjónustu og viðhalda
þannig. Þannig að sko bara gott að sjálfsögðu eigum við að ræða sko hvernig við rekum sko skilvirka og hagkvæma stjórnsýslu. Það er grundvallaratriði. Ef að menn vilja horfa á okkur íbúafjölda, það er bara gott og vel, það getur litið vel út á Excel sko. Í mínum huga snýst það bara að sko tilgangur sveitarfélags að veita íbúunum ákveðna þjónustu. Ef að sveitarfélag getur það og ef það gerir það vel og ef að íbúunir eru ánægðir, þá svo sem veit ég ekki hver tilgangurinn með einhverjum svona þvinguðum sameiningum. Þannig að ég veit ekki, mér hefur fundist þessi umræða grundvallast svolítið frekar á stöðunni eins og hún var fyrir 20 árum. Já, sko það eru nokkri þættir sem að umfram, það er náttúrulega ferðaþjónustan eins og þú nefnir sem að augljóslega hefur verið lífæð þessarar byggðaþróunar og þið eigið allt undir henni sem segja að hún sé hvarfgjörn atvinnugrein. Við höfum nú ekki kannski tíma til þess að ræða það hvort að henni steðji sérstakar ógnir núna, veit það samt ekki. Fyrir vestan þá hefur verið vöxtur og uppbygging tengd sjókvíaeldi, hvað sem mönnum kann að finnast umhverfisáhrif þess og allt það, þá sannarlega er líf í þorpum fyrir vestan sem annars hefði ekki kviknað. Ef við tökum staðins og Húsavík, þá var það reist kísilverksmiðjastóriðja PCC, hún er núna fallin eða að falla og þar er högg. En sem minnir svolítið á ég rætti þarna við formann verkalýðsfélagsins og staðnum daginn og svona þegar hann fór að tala hvað byggðin væri þarna mikilli hættu og hvað atvinnuáhrifin gæti orðið mikil og byggðaáhrifin, þá myndi það mig einmitt það var eins og að fara einhverja áratugi aftur í tíman þegar maður var nánast daglega að segja fréttir á einhverjum svona atvinnuhöggum sem skullu á byggðarlögum en það hefur náttúrulega bara, það verður að segjast eins og að hvort sem að tilviljanir réðið ekki, þá hefur gengið ansi vel að búa til ný störf hér og svona, hvað maður að segja, öryggisnet þeirra sem búa út á landi, það ætli mikið segja það sé óvinnu þétt núna og óvinnu fjölskrúðugt þótt það kunna vera þannig að ekkert sé eilíft samanber það að ef ferðamenn myndu nú stór minnka áhuga sinn á að fara til Íslands, þá myndu þið finna fyrir því. Já, algjörlega. Ég meina við sáum það til dæmis í COVID, ég meina hérna fóru atvinnuleysi hjá okkur upp í 50% sko. Já. Ég held að ég persónulega bara trú á ferðaþjónustunni sem framtíðar atvinnugrein. Ég held að fólk muni áfram út í heimi að hafa áhuga á því að koma hérna og sjá þessa stórbrotnu náttúru okkar. Það sem ég vonast náttúrulega til þess að sjá hjá okkur núna á næstu árum sko að það komi það verði fjölbreyttara atvinnulíf. Já. Og sko tækifærin eru öll þar til staðar út af því að lífsgæðin eru gjörbreytt frá því sem það var. Já. Ég meina nú erum við með verslun sem bara með sko bara lengstu opnunartíma á landinu, hún opin allan dag ársins. Já. Við erum með fjöldan allan af veitingastöðum og það er ný verslun og þjónusta að koma upp, þannig að við erum líka átt okkur á því sko að þetta er partur af ástæðunni fyrir því að fólk fluttist sko á suðvesturhornið. Það er bara vegna þess að lífsgæði þar voru betri. Akkurat. Það var meira af því sem að fólk vildi fá og hafa í sínu lífi. Já. Leið og við getum breytt því að þá getum við séð sko fleiri störf út af því, ég meina við erum hérna með jarðfræðing og lögfræðing og alls konar, þú getur sinnt alls konar vinnu, þú getur komið og verið með stúdíó fyrir samstöðina hérna í Vík og hérna myndir sem svona lítil áhrif hafa á þig. Kannski er það góð hugmynd af því að ég alltaf veltaði fyrir mér hvort ég ekki bara flytja aftur út á land. Nákvæmlega. Þannig að og allt er þetta einhvern veginn svolítið að breytast. Þetta er bara búið að gerast svo hratt, þannig að ég segi það nú aftur sko, að við, það er ekkert endilega, það er ekkert skrítið að við séum ekki búin að sjá nákvæmlega öll tækifærin sem eru opnast. En mér finnst líka stemning hjá fólki sem er fætt á Íslandi fyrir því að fara aftur heim og vökva eigin rætur. Mér finnst meiri stemning núna, kannski tengist þetta einhverjum svona
risastórum hnattrænum straumum, viðskiptum, öryggi, ég veit ekki hvað það en hérna í svona mínu kunningjabaklandi þá er að verða algengara og algengara fólk sem ólst einhvers staðar upp, það aftur að koma heim. Tengirðu við þetta? Já, og það náttúrulega bara sannast það sem að afi heitinn sagði alltaf, allt fyrir hringi, sko. Og ég meina við höfum þetta bara hort upp og líka svona, hefur verið mjög þróun í átt að svona mikilli þéttbýlismyndun og svona borgarsamfélögum og annað, sko, en það er ekkert lögmál, sko. Það er bara háð tíðarandanum og það getur vel verið eins og þú segir að tíðarandinn sé kannski bara aðeins að breytast. Já, mér hefur fundist það. Sem er gott því að við viljum hafa jafnvægi hér í hérna byggðamálunum og við viljum að allir geti nýtt þau tækifæri sem að hugur þeirra stendur til. En hérna, ég ætla nú ekki að halda það mikið lengur á línunni, ég ætla bara svona rétt kannski í lokin Einar Freyr Elínason, sveitarstjóri Mýrdalshrepps að hérna spyrja þig örstutt út í ritaraframboði til hjá Framsóknarflokknum. Það styttist í miðstjórnarfundin, ekki 18. október, það komið 13. Það er bara 5 dagar í þetta. Hvers vegna hérna býður þig fram til þessara trúnaðarstarfa og áttu von á því að þessi förðin að þú ræðir heim? Við sjáum til, það á engin neitt í pólitík. Leiðum maður heldur það þá maður búin að tapa, sko. Það auðvitað opnaðist þetta tækifæri þegar Ásmundur Einars ákvað að segja skilið við stjórnmálin núna nýlega. Ég brenna metnað fyrir flokkinn minn og fyrir samfélagið og ég held að við eigum gott erindi. Það er auðvitað bara við þurfum að byggja okkur upp núna aftur eftir langa veru í ríkisstjórn. Flokkurinn búinn að vera í ríkisstjórnum með bara stuttum hléum frá 2013 og ég held að það sé mögulega komin, það eru opnast tækifæri á ákveðna endurnýjun í forystunni og við þurfum aðeins að ákveða okkur bara hverjar okkar áherslur eigi að vera inn í framtíðina. Og ég hef ákveðnar hugmyndir, ég er búinn að afla mér reynslu líka bara hérna í því sem ég hef verið að gera. Ég held að það séu heilmikil tækifæri í að gera stjórnsýslu á Íslandi skilvirkari og hagkvæmari fyrir fólkið í landinu okkar. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við tökum svolítið heiðarlegt samtal skólakerfið okkar. Mér finnst við vera pínu stöðnuð í þeirri umræðu og það er óásættanlegt að við stöndum ekki í jafnfætis öðrum þjóðum í alþjóðlegum samanburði. Það þarf ekki að vera þannig. Við þurfum að ala á aukinni virðingu gagnvart skólunum okkar. Bæði finnst mér hjá kennurum, hjá foreldrum og við þurfum að hjálpa kennurum aðeins til þess að finna sjálfstraustið hjá sér líka, bara gagnvart þessum störfum. Og ég veit það ekki, ég svona orðið fyrir pínu vonbrigðum að til dæmis þegar ég var á síðasta menntaþingi sem var haldið á Hilton og þar voru svona helstu áskoranirnar og það var svolítið rauði þráðurinn í gegnum menntaþingið. Það voru starfsaðstæður kennara. Mér finnst við bara ekki hafa náð að ávarpa þannig. Síðan komu kjarasamningar og það var ekkert rætt um það. Nei. Mér fannst við missa tækifæri í síðustu kjaraviðræðum að ræða nákvæmlega þetta. Hvar er potturbrotinn í starfsaðstæðum kennara, örstutt? Það er náttúrulega bara, og það var rauði þráðurinn í gegnum til dæmis menntaþingið. Það er að kennarar upplifa það bara að þeir séu, þeir hafi ekki þau verkfæri sem þeir þurfa til þess að viðhalda aga í skólum. Agavandamál voru bara, það var ítrekað minnst á þau. Og ég er bara ekki þeirra skoðunar að það sé eitthvað lögmál að kennarar get ekki haldið aga í skólum. Og ég held að agi sé rosalega mikilvægur fyrir skólan og fyrir börnin okkar. Þetta að læra virðingu gagnvart kennurum. Það er algjört lykilatriði finnst mér. Þannig að mér finnst við þurfum bara að taka pínu heiðarlegt samtal um þetta. Og einhvern veginn
reyna að losa okkur út úr þessum mítum. Við lifum svolítið við erum svolítið einhvern veginn búin að fyrirfram ákveða að hlutinni séu svona hinsegin, til dæmis að það sé ekki hægt að við opinberu stjórnendur segja bara, það er ekki hægt að segja upp opinberu starfsfólki. Það er einhvern veginn rauður þráður svolítið, það er bara rangt, bara alrangt, og ég ætla bara að fullyrða líka það sé bara alrangt að við getum ekki haldið aga í skólanum. Við þurfum að fá foreldra með okkur í lið, og ég held að við þurfum að fara bara í svolítið, sérstaklega í ljósi þessara tíðinda daginn að börn get ekki lengur lesið Laxness. Já. Mér finnst það bara mjög furðuleg staða. Já. Þetta er okkar merkilegasta skáld. Og þannig að ég held að við þurfum kannski að fara aðeins að hugsa bara róttækt bara okkar námsgögn, okkar námsefni. Hvað erum við að leggja fyrir börnun okkar? Hvað viljum við að þau læri? Mér dettur í hug af því að Framsóknarflokkurinn hefur nú löngum sótt mest fylgi sitt til landsbyggðanna, að með því að nú lokið þessu undanhaldi og eins og við höfum nefnt hér 14 ár í röð, þá halda landsbyggðirnar hlut sínum og að stækka eins og höfuðborgarsvæðið, að þá ætti nú að vera pláss fyrir betri framgang Framsóknarflokksins. Þið er nálægt því að þurrkast út samkvæmt skoðanakönnunum á sama tíma og upptökusvæði ykkar, atkvæða upptökusvæði ykkar, það hefur aldrei verið öflugra. Þú þarft eitthvað að gera í þessu, Einar. Já, ég meina við getum alveg verið óhrædd við það að líta þess í okkar rætur. Já. Ég er óhræddur við það. Ég er nú sauðfjárbóndi og meira að segja fjallkóngur, þannig að ég hef gaman að því að ræða málefni landbúnaðarins. Það væri efni í alveg annan þátt og öll þau tækifæri sem við höfum þar. Og ég ætla bara að segja það er mikið áhyggju efni hvert landbúnaðurinn okkar stefnir. Og það er ákvarðanir sem og það er fyrirætlanir sem að ríkisstjórnin er núna að boða gagnvart landbúnaðinum. Það er bara mikið áhyggjuefni og ég held að það sé sannarlega, ég held að það sé ekki bara rúm fyrir það, ég held að það sé bara nauðsynlegt að Framsóknarflokkurinn stigi fastur inn í þá umræðu. Til hvaða fyrirætlana ertu að vísa, segirðu? Ég til dæmis það að ætla að vinda ofan af öllum þeim árangri sem hefur náðst í mjólkurframleiðslu hérna á Íslandi. Þá ég við að mjólkursamsalan henni hefur verið tryggð staða gagnvart innflutningi. Og ég hef bara virkilegar áhyggjur af því að ef þetta raungerist að við missum niður þann árangur og þá mögulega verði þetta allt á grundvelli markaðssjónarmiða og ekki tekið í neinu tillit til byggðasjónarmiða. Þetta er bara stór og mikil byggða aðgerð að það sé hægt að reka mjólkurbú alls staðar á landinu. En það er ekkit sjálfsagður hlutur. Við gætum verið með kerfi þar sem að það borgar sig bara að vera með mjólkurbú einhvers staðar í kringum Selfoss og síðan í Eyjafirði og Skagafirði. En mér finnst það bara í byggðalegu, mér finnst að byggðasjónarmiðin verði að koma þarna inn. Heyrðu, það er búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig og við eigum að vera iðnari en við erum að leita sjónarmiða ykkar sem starfið utan höfuðborgarsvæðisins og takk fyrir að leggja þitt lóð á vogarskál dagsins og gangi þér vel. Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps í ritara slagnum eftir nokkra daga. Kæra þakkir og takk fyrir boðið. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
Já, ég hef fengið hér að rauðaborðinu gamlan kennara sem að ræða menntamál, einhverja pólitík líka og svona daginn og veginn. Vertu velkomin, Eiríkur Jónsson. Takk fyrir. Þú varst nú einu sinni hér daglegur gestur á sjónvarpsskjám landsmanna, tókst miklar orðustur sem formaður Kennarasambands Íslands og þjóðmála áhuginn, hann hefur nú ekkert, hann er ekki úr sögunni, er það? Nei, það er alveg rétt. Þetta voru bæði skemmtileg og erfið ár þarna fyrir og eftir aldamótin. Það var mikið átakatími og verkvöld og læti og þannig að. En þetta var líka gefandi. Maður kynntist mörgu góðu fólki og baráttan náttúrulega eins og hún var þá. Hún hefur haldið áfram og það er ekki eins og þessi alveg komið logn á vinnumarkaðnum þó ég sé hættur. Nei, sko grunnskólakennarar fengu kjarabót, ekkert alls fyrir löngu, en þeir eru ósáttur við vinnu aðstæður sínar, starfsaðstæður og þeir eru ósáttir við að þeir hafi lítil úrræði til að beita aga. Hvenær varst þú fyrst í íslenskri kennslustofu? Manstu það? Hver meinar sem kennari? Já. Ég hóf minn kennaraferil haustið 1972. Já. Og ef ég svona leik mér að þeirri hugmynd, hvernig úrræði þín til þess að beita aga í kennslustofunni voru 1972 og við rennum okkur fram til ársins 2025 til samtímans, ansi mikil breyting, ekki satt? Já, alveg gífurlega mikil þetta, sko. Ég man það bara þessi fyrstu ári í kennslu og lengi framan af að þá voru þessi aga vandamál allt öðru vísi heldur en í dag. Það voru náttúrulega einn og einn óláta belgur eins og gengur og bara kraftmikið fólk en það mátti alveg tukta svona aðeins til og án þess að eiga hættu að fá öskureiða foreldra yfir sig. Auðvitað var maður að gæta þess að fara vel að nemendum og vera ekki með eitthvað ofbeldi en það var einhvern veginn, þá var meiri virðing held ég og svona meiri skilningur á því að það þyrfti aðeins að halda uppi aga og vera ákveðið strangur en maður þurfti líka svolítið að gefa sér út fyrir að vera félagi krakkana. Þannig að það svona gaf manni ákveðin aðgang að þeim að vera, minnst reyna að vera félagi þeirra og vera ekki allt og svona hátíðlegur alltaf. En ég held að, sko það aldrei síðan ég hætti að skipta mér að þessum málum en maður hefur svona fylgst með og ég upplifði það þannig að fólk, sem sagt kennarar, séu oft algjörlega ráðalausir af því að það má orðið ekkert gera eða segja og einhvern veginn samfélagið allt er orðið allt öðruvísi heldur en það var. Já. Hvaða afleiðingar verða af því sko til framtíðar ef það er ekki hægt að koma einhvern veginn svona skikk á málinni sem skildi inn í skólastofnunum? Ég held að sko ef maður hugsa til fólk sem hefur búið erlendis, verið með börn í skóla erlendis og flytur heim. Ég hef oft lesið og eða hlustað á foreldra ræða það hversu mikil umskipti það eru fyrir krakkan að koma úr skóla einhvers staðar út í Evrópu, Norðurlöndunum eða hvar það nú er. Þar sem að agamálin eru með allt hætti og það er einhvern veginn, það er allt önnur hugsun virðist vera ef maður les út úr því sem að foreldrar segja. Þar eru reglur og það er bara talið eðlilegt að fara eftir þeim. Auðvitað eru skólareglur í skólum á Íslandi en það er æði oft held ég sem að farið er á svig við þær og ýmsir fyrtast við ef farið er á harkalega í að krefja nemendur að virða þessar reglur.
ég held að þetta sé bara þjóðfélagi, það hefur breyst svo mikið. Er það tilfinning þín að við höfum kannski verið á pari við útlönd árið 1972 í þessum efnum? Já, það gæti verið. Ég var náttúrulega ekki kannski með mikla þekkingu á erlendu skólastarfi á þeim tíma. Kynntist ég betur eftir ég kom inn í stjórn hjá Kennarasambandinu því ég var tölvöld mikið í norrænu samstarfi og miklu sambandi við kennara og annars staðar á Norðurlöndum og maður upplifði þetta töluvert þá að virðingin. Það var nú oft talað Finnland á sínum tíma, komið vel út úr PISA og svona. Og ég spurði einu sinni ágætan vin minn, finskan, af hverju, hvað hann teldi að skýrði þetta. Og þá sagði hann setningu sem ég gleym aldrei. Í Finnlandi kennurinn treyst fyrir starfi sínu. Það að segja, það er reiknað með því að kennarinn sinni sínu starfi, minni svona þrýstingur utanfrá, minni pressa frá skóla yfirvöldum, það einhvern veginn bara, það gengi út frá því að kennarinn sem fagmaður, hann sinni sínu starfi og hún með treyst. Og ég held að ég upplifði það töluvert á mínum árum í formennskunni að það var svo mikil umræða að það að hafa verkstjórnarvald yfir kennurum og það að tryggja það að þeir væru á vinnustaðnum og þeir væru undir eftirliti og þetta fór frekar illa í marga og ég held að þetta sé akkurat andstaðan við það sem var að gerast á sama tíma út í Finnlandi, það sem að kennurum var einfallega treyst fyrir starfinu. Já, það verið grafið undan valdi og aðstæðum kennara. Já, það var svolítið þannig að það var alltaf verið að tala þennan ósýnilega vinnutíma og kennarar væri að vinna minn en aðrir en ýmsir sem að höfðu þessa skoðun og kynntu sér máli betur, jafnvel fóru í kennslu og upplifðu á eigin skinni hvað þetta snerist, þá breyttist oft sýnin. Já, svo hefur maður heyrt alls konar alþýðu skýringar á þessari þróun. Ein að kennarastéttin hafi bara hreinlega verið betur mönnuð og þess vegna hafi virðingin verið meiri og þess vegna hafi foreldrar treyst skólunum betur heldur en í dag. Já, ég held að það kann að vera rétt en þá held ég að það sé líka þjóðfélagsgerðin sem komi inn í. Það að segja það var svona almennt bara borin virðing fyrir þessu starfi hér áður fyrr. Og það var ágætlega borgað. Já, það var samanborið við aðra stéttir. Já, það var þegar ég var að byrja þá var hægt að lifa af einum launum og ég byrjaði að kenna í Grindavík og leigði þar hæð í 3 hæða húsi og það voru 3 herbergja íbúð ágætt. Fyrir hana borgaði ég 20% af mánaðarlaununum mínum. Já. Og þannig að maður geta reiknað það út í dag En var það einhver sér díll bundin því að þú komst kennari? Nei, það var í raun ekki. Þetta var bara kona sem átti þetta hús og ég leigði bara, það var með milligöngu, það var ekkert niðurgreitt ef eins og var oft á tíðum gert að það voru einhverja svona sporslur heima fyrir til þess að lokka kennara á svæðið en það var ekki þess tilfelli, þannig að þarna voru bara og þá ég að tala 20% af grunnlaunum, ekki yfirvinnu. Það var mun minna því að þá voru menn að kenna bara allan daginn og það var kannski ekki til eftirbreytni en þannig var það bara á þessum árum. Skólinn var almennt voru skólar tvísetnir, þannig að þetta ár var ég til dæmis umsjónarkennari með 12 ára nemendum fyrir hádegi og með 9 ára nemendum eftir hádegi. Þannig að þetta var mikil vinna en skemmtileg. Þetta voru skemmtilegi krakkar og ég hitti einn og einn enn þann dag í dag og það eru nokkrir af nemendum mínum frá þessu fyrsta ári sem eru vinir mínir á Facebook. Já, það er gaman að því.
Mér hefur líka stundu dottið í hug. Ég mitt hóf mína skólagöngu 72 og mér minnist að skólaganga mín. Ég mér fannst ég hafa verið alveg ótrúlega heppin með kennara. Þetta veri úrvalsfólk. Já. En á sama tíma þá voru þarna ógreind heilkenni í nemendahópnum og það var kannski ekkert grín að vera með ógreind heilkenni í nemendahópi á þessum árum. Það var miklar líkur á að þú myndir falla einhvers staðar á milli skips og bryggju og kannski framtíðin yrði ekki allt of björt, en svona fjöldin sildi nokkuð greiða götu. Og ég svona stundum verið að velta því fyrir mér hvort það hafi sem sagt verið alveg hræðilegt að skera sig úr og vera þá undir meðalagi miðað við það sem í dag í fortíðinni, til dæmis að þú varst lesblindur og kennarinn varla vissi hvað lesblinda var og ég var vitni að alls konar ömurlegum uppákomum ásökunum leti, hroka, heimsku og allt það skilurðu, þegar bara það voru, síðar kom það á daginn að það voru börn sem gátu ekki betur, þau voru bara með heilina á þeim bara virkaði. Þannig það þarf ekki að hafa mikið fleiri orð þetta, en sem sagt svo ég dragi saman að það sem hafi breyst með svona því að við fórum að sinna hverju og einu betur hafi verið það að það sé kannski mun betra að vera mun fleiri úrræði ef það eitthvað að hjá þér í dag heldur en var þarna í gamla daga, en kunni mögulega að einhverju leyti að rekst á við hagsmuni heildarinnar eða semst að fari mikil orka. Já. Ég held að það sé alveg rétt, sko. Það er kannski tvennt eins og sko, hér áður fyrir að eins og þú nefndir, sko, þá vissum en kannski ekkit sko, kennarar hvað lesblinda var í raun og veru. Eða, í dag vita menn mun meira og það eru alls konar greiningar sem að liggja fyrir. En vandinn kannski sá að það ekki til fjármagn til þess að bregðast við því sem að menn vita. Og það er kannski munurinn, menn vissi ekki á hvað þetta var og gerði ekkert eðlilega því vissi ekki hvað þetta var og það var bara stimplað að þessi væri bara gæti ekki lært og hann bara að fá sér vinnu með höndunum og gæti ekki lært, sko. Í dag vita mann kannski af hverju vandamálin af hverju stafa, en vandinn sá að það ekki til hvorki fjármagn eða kannski mannskapur til þess að bregðast við. Já, og ekki vaxandi gagnrýni á stefnuna skóli fyrir alla í ljósi þeirrar fjárþurðar sem alltaf hefur? Jú, þessi skóli án aðgreiningar, það var fallegt hugtak, en í raun og veru held ég að flestir eru sammála að það vantar töluvert upp á það að það sé hægt að framfylgja þessari hugsjón eins og hún var hugsuð í upphafi. Þannig að það strandar alltaf á því að á mannskap, peningum eða aðstöðu. Þannig að það er alls konar sem maður heyrir að fólk eða nemendur sem fara í gegnum einhverja greiningar, sko, þeir eru jafnvel búin að bíða, sko, mánuðum eða jafnvel árum saman eftir því að komast í greiningu. Þannig að tíminn sem að líður frá því kannski að kennari eða foreldri átta sig á því að það sé hugsanlega eitthvað og hugsanlega eitthvað sem þurfa að skoða, þá getur tekið langan tíma að komast inn í kerfið að fá mat og úrskurð það hvað það þá sem í raun að. Já, og manni finnst stjórnmálamenn sko kannski ekki hafa nálgast þennan vanda sem skildi. Núna heilmikil vandlætingar-bylgja í gangi yfir því að framhaldsskólabörn séu hættu að lesa Laxness. Það svo auðvelt að vera svona hoppa þann vagn, en sko svona rætur vandans, þær hafa minna verið til umræðu í stjórnmálaheimum, ekki satt. Já, lesa Laxness eða eitthvað annað, ég svo sem ekkert viðkvæmur fyrir því. Ég var aldrei mjög spenntur fyrir Laxness sjálfur, sko. Ég las Íslandsklukkuna og kannski eitthvað meira, en það er auðvitað, sko, ég upplifi þá umræðu svolítið út frá því að þarna
þarna sko Laxness er náttúrulega partur af menningunni og sögunni og þetta var mjög eftir þetta vert á sínum tíma. Ég var ekki nema 4 ára þegar hann fékk þessi verðlaun, þannig ég man svo sem ekki eftir því. En auðvitað er það svona partur af því að viðhalda þekkingu nemenda á sögunni og allir því. En það er bara svo margt fleira sem hefur breyst í þessu sko, þegar maður var sjálfur í skóla þá læriði maður og fannst bara eðlilegt að læra röðina á fjörðunum og vestfjörðum og austfjörðum í annarkvort frá norður til söðurs eða öfugt. Þetta sko, væri talið klikkun í dag ef þetta fara að þrönga þessin inn í hausinn á nemendum. Það búið að grafa undan hugmyndinni að utanbókarlærdómur hafi mikinn tilgang. Já. Er það gott? Mér finnst það ekki. Sko. Ég var mjög mikið, hafði rosalega áhuga þegar ég var í barnaskóla á ljóðum og ég var í barnaskóla á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði og þá vorum við í skóla í hálfan mánuð og svo heima í hálfan mánuð. Og svo átti maður náttúrulega að læra alveg helling heima og við máttum velja okkur til að mynda ljóð. Og ég man að ég valdi einu sinni að læra ljóðið ég held að heiti Helga Jarldóttir, það hörð Hólmverja kappa í Hvalfirði. Það er eftir Davíð Stefánsson. Hvert erindi eru 8 línur og erindin eru 23. Já. Og þetta lærði ég einu sinni á hálfum mánuði og ég kann þetta nú þó nokkuð ennþá, en ég hafði mikið gaman af alls konar svona. En þetta er náttúrulega eins með þetta eins og annað, sko. Það eru svona öfgarnir eru slæmir, sko, og þessi utanbókarlærdómur gat gengið ansi langt, en það er bara orðið allt og algengt finnst mér í dag að fólk sem er komið á fullorðinsár, það veit voðalega lítið landið. Til dæmis, við vorum að gera upp gamlan sveitabæ vestur á Barðaströnd fyrir 10 árum síðan og það var mikið vandamál að við vantaði pípara í smá verk og það var mjög erfitt, það var enginn á svæðinu. Svo hitti ég pípara hérna í Reykjavík og ég fór að tala um þetta við hann og hann segir, það er pípari þarna rétt hjá þér. Og ég segi, byrju, hvar býr hann? Jú, hann býr á Reykhólum. Það er svona 170 kílómetra keyrsla á milli. Það er svo fullt af fólki sem veit voðalega lítið staði á landinu og það finnst mér slæmt. Ég held að það sé alveg það sama, þú veist, eins og með bókmenntir og annað, þú veist, að þekkja svona sitt nánasta umhverfi og landið er nú ekki það stórt. Og þannig ég er svona á því að það megi fara einhvern millivegi þessu. Já, ég þurfti líka að læra ljóð utan að langa bálka og manni þótti það svo sem mjög skemmtilegt. En það var til ákveðin aðferð hjá manni til þess að muna sem maður hefur svo nýtt síðan, til dæmis í óundirbúinni tækifærisræðu einhvers staðar. Þú ert þá með eitthvað eða lítt undirbúinni, maður er frekar fljótur að finna ákveði kerfi og þá kallar maður fram eitthvað gamalt sko, í undirbúningnum og svona af því að ég er líka bara, ég er stundum bara persónulegur hérna við rauðaborðið og við lítum stundum á þetta sem samtöl frekar en viðtöl og af því ég er líka svo heppinn að þótt að sé svona langt síðan ég var í grunnskóla þá á ég enn barn sem er í grunnskóla og ég hef fylgst með börnunum mínum svo áratugum skiptir í grunnskólanum og hef svona haft einhverja skoðanir á því hvernig grunnskólan hefur þróast og sko þetta var mjög mikil vinna. Vinnudagurinn var markviss. Kennslustundirnar voru markvissar. Það var heimalærdómur en maður kannski gat með ákveðnum kerfum komið í veg fyrir að það færi nú allt kvöldið í heimalærdóm. En á þessum tíma sem að liðið hefur á minni ævi þá hefur þetta farið úr svona að mér hefur fundist mjög þéttofnu prógrami yfir í það að vera ansi losarlegt og mjög mismunandi eftir menntastofnunum.
Það kann að vera, sko, ég svo sem er ekki alveg inn í þessu nákvæmlega í dag en þetta fittar alveg við það sem maður heyrir að hjá foreldrum í dag að svona sé þetta. Og þetta náttúrulega, þetta hefur breyst alveg ofboðslega, sko. Ég nú sjálfur fæddur og uppalinn í skólanum í Reykholti í Borgarfirði. Pabbi var kennari þar og afi skólastjóri. Já. Og Þú ert að mennta fólki komin og mikil hefð þar. Já, kennari hefði í ættinni. Og ef maður hugsaður eins og var í þessu samfélagi, þarna 100 nemenda samfélagi, þegar ég var nú sjálfur hann í skóla á 7. áratugnum, sko. Bara sem dæmi, sko, þegar afi var skólastjóri þarna, það var skylda að allir kennarar, sem kallkennarar, þeir voru í jakkafötum með bindi að kenna. Stelpurnar eru að vera í pilsi eða kjól á meðan að kennsla stóð yfir. Það svo mátti að fara í buxur, sko, síðbuxur þegar að kennslu lauk á daginn. Og þetta þótt bara eðlilegt þá, ég veit ekki hvernig þetta myndi vera í dag. Þetta var svona, ég útskrifaðist úr þessum skóla 68 og þá var þetta kerfi með kennarana en ég held að það hefði nú ekki verið þetta pilsskylda eða kjólaskylda en þá á stelpunum þá en manna þó ekki alveg en kennararnir eru að vera í jakkafötum með bindi og það var bara partur af ímynd skólan, sko. Já. Við stiltum okkur upp í röð og við sungum skólasöngva, ég segi það minni stundum á að við fengum briddskennslu, mjög mikla leiklistarkennslu, það var mjög mikil samfélagsumræða, kennarar höfðu leyfi til þess að tala hluti sem voru að gerast út í þjóðfélaginu og heimfæra það upp á námsgreinina. Það búið, það ekki einu sinni talað eldgos á Reykjanesi, kennarar virðast ekki lengur mega minnast á það eða það ekki vel séð að þeir séu að tala að nú hafi bara byrjað að gjósa í nótt og eitthvað svona. Að mínum mati þá er svolítið búið að aftengja samhengið og það að skóli eigi að vera svona lifandi spegill af þjóðfélaginu og mögulega er það ekki vegna þess að kennararnir ákváðu það sjálfir. Og þeim finnst það gott, heldur vegna þess að það virðist vera svo mikið foreldra sem að hafa svo sterkar skoðanir, líta á umræðu eitthvað sem innrætingu og svona allt það. Já, sko, þessi gamli tími sem ég var að lýsa, sko, sem er horfinn, versus nútíminn, sko, kannski fórum en allt og langt. Ég er ekki að mæla með því að taka upp aftur þetta gamla kerfi, sko, sem var. Það var margir gallar á því. Það var bara partur af samfélaginu eins og það var á þeim árum, sko. Síðan, sko, er þetta gefið meira og minna alveg frjálst, sko. Og svo er náttúrulega þessi umræða, sko, innrætingu í kennslu. Þetta er óbyggilega vandmeðfarið í dag. Ég man eftir því einu sinni að þá var mér sagt að ég hefði verið með innrætingu í kennslu og ég var að kenna í Borgarfirði og ég fór að spurja hvað ég hefði sagt eða gert. Þú sagði þér helvítis kaupfélagið. Það er náttúrulega dauðasyndir það var alveg svakalegt. Já, en sko það er áhugavert allt dæmis þessi orðræði í Bandaríkjunum það sem maður tók eftir í hjá Trump, sko, í fyrra skipti sem Trump var forseti að ráðast á fólk með því að kalla það marxíst. Að nú er þetta að verða svona venjuleg umræða jafnvel hjá ungu fólki í tilteknum stjórnmálaflokkum og rök þín eru slegin úr höndunum á þér með því að þú sért marxisti. Þannig er að verða einhver svona snúningur. Já, það er náttúrulega Trump er náttúrulega eins og hann er og það er náttúrulega bara sko, efni í alveg langa umræðu allt þetta, þú veist, trumpisti, marxisti og allt þetta, öll þessi dæmi, sko, og þetta er náttúrulega komið bara inn í íslensku pólitíkina líka og íslenska samfélagi líka, sko, það er, maður þarf ekkert annað en
að lesa samfélagsmiðlana og ég tek nú alveg þátt í þessu stundum að tjá mínar skoðanir á þessu þar. Ef að þess að hoppa úr menntamálunum yfir í samtíma pólitík, hvernig líst þér á miðflokkin? Þeir voru það var flokksþing hjá þeim helgina. Maðurinn, Snorri Másson, hann er orðinn varaformaður, ég held að sé innan við ár síðan hann hóf göngu sína í miðflokknum. Hann var síðast þegar ég vissi að kanna grundvöllin hjá Bjarna Ben og Sjálfstæðisflokknum þegar hann fyrir kosningar í fyrra hoppaði yfir í miðflokkin og einu ári þá er hann næst valdamesti maður miðflokksins. Það er áhugavert vegna þess að fyrir nokkrum vikum þá var ég vitni að meiri gagnrýni á hann hjá öðrum þingmönnum vegna umræðans kynin og svona bara stæla og leiðindi. Heldur en ég hef nokksinn orðið var við vorum með biskup Íslands og alls konar stofnanir sem hjóluð í hann. Hann er orðinn næst valdamesti maður miðflokksins og mér dettur í hug að sko þarna eru, ég man ekki hvort þau voru 250 eða hvað eru á þingi, en þeir velja hann sem sinn framtíðar leiðtoga. Ef þetta hefði verið einhvers konar þjóðaratkvæði greiðsla, þá ef öll þjóðin hefði verið spurð hver á að vera varaformaður miðflokksins, þá hefði hann kannski endað á botninum af öðrum umsækjendum í ljósi þess sem maður hefur heyrt hvað umdeildur hann er. En þetta er áhugaður snúningur. Ég þekki hann ekki neitt af neinu öðru heldur en því sem ég hef lesið eða eftir hann eða heyrt hann segja. Áhugi minn á miðflokknum hefur allatíð verið engin. Og hann jókst ekki við þetta. Hins vegar kom þetta mér ekki óvart. Einfaldlega vegna þess að miðflokkurinn í mínum huga, hann er hugsaður að það eru kallarnir sem eiga að ráða og það hefði verið mjög sérstakt og hefði aldrei, það kom aldrei til álita hjá mér annað heldur en að Snorri myndi vinna þetta vegna þess að hugsunin, það er svo margt í eins og ég sé miðflokkinn, þeir eru með þessa fortíða þrá að upplifa árin kannski við 1920 til 50 eða jafnvel enn aftar þegar ungmennafélagshreyfingin var stofnuð á sínu tíma það er verið að horfa aftur í þetta og ef menn horfa á íslenskt samfélag á þessum árum þá voru konur bara ekkert sýnilegar og ég bara fullyrði það að miðflokkurinn mun ekki kjósa konu í svona valdaembætti ekki með hana Sigmundur Davíð ræður það ríkjum. En þetta er að vísu að mínu viti gott að tillitinu til að þá kannski safnast þetta lið sem hefur verið að flökta ef maður skoðar skoðanakannanir núna bara síðustu misserinn að þá er yfirleitt svolítið samhengi á milli ef miðflokkurinn fyrir upp þá fyrir Sjálfstæðisflokkurinn niður og öfugt. Það er þarna ákveðin hópur á þarna grensunni og ég held að fá Snorra inn í þetta embætti, það muni bara skýra þessar línur. Það er að segja, nú fer harðasta fólkið í útlendingahatrinu, nú fer það bara yfir á miðflokkinn og verður þar. Þannig ég held að þetta skýri bara línuna, en þessi flokkur, hann er náttúrulega, þá bara eins og maður upplifir, þá held ég að það sé engin flokkur á Íslandi sem hefur sérstakann áhuga fyrir því að starfa með miðflokknum í stjórn. Ég held ekki. Nei. Ég get svo sem ekki fullyrt það en mér finnst það mjög ólíklegt. En þessi þjóðrækni áhersla miðflokksins og tala íslenskuna og hefja veg hennar og virðingu á ný upp sem skildi hann er svona einhverju leyti ansvar við alþjóðavæðingu og alþjóðahyggju og finnst þér þú ekki greina aðeins þá stemningu á fleiri vígstöðum að í stað þess að við séum að trúa á svona alþjóðlega strauma og lausnir að þá svona fleiri okkar séu að detta niður í eitthvað sem að kallast á ensku bunker mentality eða einhver svona, þetta er svona búblu lokal hugsun. Jú, það er auðvitað er þessi umræða innflytjendamálin, hún er mjög erfið og þessi málaflokkur er mjög erfiður en mér finnst að þeir sem eru harðastir á móti þeir vilja bara loka landinu
nánast. Nú erum við náttúrulega aðilar að Schengen og þessu evrópska efnahagssvæði og það eru bara það að vera partur af evrópska efnahagssvæðinu, það gerir það verkum að það er fjöldi landa, fólk frá fjölda landa sem að getur komið hér bara ferðast hingað eins og því sýnist. Síðan það hinir sem að koma utanfrá og ég hjó nú eftir því hjá Sigmundi Davíð í setningarávarpinu að það væri að enginn sem hingað kæmi hingað beint frá upprunalandinu heldur að væri hann alltaf búinn að koma við í einhverju Evrópu efnahagssvæðislandi. Þannig og þetta með að sækja fyrirfram, það tryggði það að hingað bara kæmi þá enginn sem að ætti rætur utan við þetta skilgreinda svæði sem að frelsi fólks til að ferðast gildir Þannig að og síðan sko, það þurfa auðvitað að vera ákveðna reglur og maður hefur oft velt fyrir sér seinaganginum og þá ég ekki að tala akkurat bara í dag heldur núna bara síðustu misserinn að fólk sem hingað kemur að málin veltast í kerfinu síðan þegar að loksins niðurstaða liggur fyrir þá fólk farið að festa rætur, börnin búin að ganga í skóla lengi, eignast vini og þá verður þetta allt saman miklu erfiðara og ég kannski ekki sér fróður hvernig nákvæmlega ætti að gera þetta en ég sé ekki fyrir mér að við lokum landinu en ég hins vegar þeirra skoðun að það þurfa að vera skýra reglur og það þurfa að fara eftir Það svolítið köld þessi hugsun sko að mannúðin eigi bara að vera fyrir okkur eða hún eigi mest að vera fyrir okkur og það svona eitthvað sem að væntanlega við myndum til dæmis alls ekki vilja sjá í skólastofum með landsmanna bara svo ég ræði nú aftur við því sem kennara að smá hætta á því að við séum svona missa af sammannlegri mannúð. Já, það er það og það oft látin falla mjög stór orð innflytjendur og ábyggilega mjög erfitt oft fyrir þetta fólk sem að það er alltaf fullt, við náttúrulega gætum ekki rekið okkar samfélag ef við hefðum ekki þetta erlenda vinnuafl í landinu. Það bara búið að bjarga okkur. Nákvæmlega, það væri efnahagurinn og allt umhverfi hérna væri bara allt öðruvísi ef að landinu hefði verið lokað fyrir, segjum 30 árum og bara einn og einn fengi að koma inn. Og það kannski ábyrgari afstæða að við lítum í okkar eigin barm út af öllum þessum áskorunum sem við höfum þurft að glíma við út af öllu þessu innflutta vinnuafli. Það heiðarlegra að við lítum í okkar barm og við spyrjum okkur hvað getum við gert til þess að auðvelda þessa lendingu og til þess að koma í veg fyrir að íslensk tunga tapist og allt það heldur en að setja sökudólgafingurinn á gestin okkar sjálfa og tala eiginlega fyrir andúð á þessum straumi. Svo það líka sko ef maður hugsar að með atvinnureksturinn ferðaþjónustan kannski ekki síst háð þessu vinnuafli sem að innflutta vinnuafli og iðnaður reyndar og fullt bara meir og minna allt saman. Umönnunarstörf. Já, umönnunarstörf en mér finnst svona svolítið þegar fólk að tala að íslenskan sé hættu vegna þessa þá svolítið fróðlegt að skoða hvernig íslenskir atvinnurekendur bregðast við. Það er fullt af fyrirtækjum sem að maður, ef þú hringir í fyrirtæki, það er ekki boðið upp á að það sé neitt sem talar íslensku. En yfirleitt allstaðar er enskan í boði og flestir Íslendingar sem sagt geta bjargað sér á ensku, en það er ennþá fullorðið fólk sem að getur það ekki. Og það er svolítið umhugsunarvert hvort þú átt ekki hvort að við ekki hafa þá reglu að það hringir einhver inn og hann óskar eftir að kannski fá upplýsingar eitthvað, vöru eða þjónustu eitthvað, að við eigum rétt á því
tala við einhvern sem talar íslensku. Mér finnst það allavega ekki til of mikil smælst. Þá þetta mér annað í hug. Það hefur verið töluverður hávaði í kringum núverandi menntamálaráðherra. Hann kunni hvorki ensku né íslensku. Hvað finnst þér það? Já, nú veit ég ekki hvort nú veit ég það ekki, hvernig staðan er. En já, sko, þá getum bara farið út í sko, menntamálaráðherra í gegnum tíðina. Ég var, sko, það er ekkit nauðsynlegt að menntamálaráðherra sé kennari eða kennaramenntaður eða þetta þarf fyrst og fremst að vera einstaklingur sem kann að nýta sér fólk sem hann er með í kringu sig. Skiptir ekki öllum máli hvort hann begi allt rétt? Nei, sko, jú, það er nú kannski... Er það betra? Já, ég held að sé nú betra svona að séu sæmilega góðir í íslenskunni, en hvort kunna ensku eða dönsku eða eitthvað erlendtungumál, það er auðvitað kostur, en ég bara nefnt sem dæmi að ágætu vinur minn finnskur sem var lengi formaður finnska kennarasambandsins og leið og að jóð sem eru svona samtök opinberra starfsmanna í Finnlandi hann kunni ekkert nema finnsku ekki neitt það var mjög erfitt og það var alltaf á norrænum fundum að það voru alltaf túlkar að því að finnarnir þeir töluðu alltaf bara finnsku og þannig að í þessu landi þar sem að menntun er hátt skrifuð og nemendur að standa sér vel að þar var allavega formaður kennarsambandsins sem að skildi ekki orði í ensku. Já. Og ég var nú alltaf að spá í sko að það var í skrítið að hann skildi ekki sænsku því að konan hans sko var finnlandssænsku og talaði sænsku þannig að hún vilti ekki geta kennt honum að tala. en auðvitað sko ef maður fer í gegnum þessa sögu mér fannst til dæmis Vilhjálmur Hjálmarsson fínn menntamálaráðherra. Hann var bara með barnaskólapróf. En það er ekki þar með sagt að menntun hans hafi sko lokið við lok barnaskólas. Hann var fjölfróður maður og þannig að þetta það er ekki alltaf. Og oft hefur mann ekki fundist mikil geta fylgja sumu hámenntuðu fólki, svo það sé nú bara sagt líka. Og ég held að það sé engin tilviljun að það hefur verið ráðist svona á Guðmund Inga. Hann kemur úr þeirri átt að hann þykir liggja vel við höggi. Við höfum ekki séð Morgunblaðið og Spursmál og svona hádegismóana hjóla eins bratt í hann ef hann væri ráðherra Framsóknarflokksins eða Sjálfstæðisflokksins. Ég held bara fullir það. Þannig að þegar ég spyrði út í þetta og þá er ég ekki að segja það að hann hafi heldur fengið sanngjarna ágreiðslu. Nei, hann er búinn að vera ráðherra í hvað tæft ár? Nei, hann kemur ekkert inn fyrir henni í hálft ár sko. Já, cirka. Það stekkur engin fullskapaður inn í svona. Nei. Og ég held að hann vitið alveg sjálfur og viðurkenni það að hann þurfi sko alls konar ráðleggingar. Vestir eru þeir sem að stökkva inn og telja sér vita allt og geta allt sko. Og það er alveg verið svoleiðis dæmi. Það er... En hluti af þessari einangrunarhyggju líkum við að segja og því að finna lausnirnar í fortíðinni hefur mjög hluti þess líka vera ákveðin andúð á menntun og sérstaklega tiltekinni tegund menntunar, félagsvísindum, humanískum vísindum. Þarna finnst mér sko, ég held að mér sjálfur ákvað það eftir hrun að nú gengi ekki lengur ég var bara með stúdentspróf. Ég hugsaði með mér, nú verður þú Björn minn bara að drulla þér í háskóla og mennta þig því að nú verður miklu harðar barist hvert starf og þú getur ekki skákað alltaf í skjóli reynsluðinnar, starfsreynslu, nú þarftu að bæta á þig gráðum. Ég gerði það, ég bætti á mig 2 gráðum, tók fyrst BA-gráðu og svo mastersgráðu og mér fannst ég verða fyrir mjög svona jákvæðum, ég finna mjög jákvæða anda í samfélaginu á þessum tíma rétt eftir hrun sem ég legg það loksins á mig að langskóla mennta mig. Ég er ekki viss að ég myndi finna sama anda í dag og ég er svona svolítið hugsið yfir þessu líka. Greinirðu þarna einhvern blæbrigða mun? Ég veit ekki sko en sko að þú nefndir stúdentsprófið þá
það var svolítið fróðlegt að upp í Borgarfirði, þar sem mín heimasveit, þar var alltaf gefið út íbúatal, þar sem að alveg frá Akranesi og bara norðurum og allar sveitir. Og þar var sem sagt nafn eða bæjarnafnið og svo var nafn á einstakling og nafnnúmer eins og var í gamla daga. Og svo var einhver titill, það var bóndi eða það var kennari og einn titill sem var stúdent. Það eru þó nokkrir í fyrstu íbúðatölunum það er titillinn. Það var mikil sigur. Já, það var það auðvitað. Það var náttúrulega ekki, það var ekkit sko svona normið fyrir einhverjum áratugum að fara þessa leið og bara allt samfélagið það náttúrulega bara hefur breyst þannig að menn þurfa að mennta sig á einhverju sviði og það er ekkit sko, það eiga auðvitað ekkit allir að fara í stúdent og háskóla sko, ég meina það er stór skortur á iðnaðar mönnum í landinu og ég veit bara að svo inngreinarnar ef við hefðum ekki þetta erlenda vinnuafl þá það væri mjög sérstætt að hugsa til þess hvernig ástandið á byggingamarkaði væri þá ef við hefðum það ekki sko. En það er mjög gott að auka áherslu á iðnnám og á einhverju tímabili þá sigldu við allt og mikið í eina átt og foreldrarnir voru, sko þetta er náttúrulega þannig með okkur kynslóðirnar að við erum náttúrulega, við viljum börnum okkar alltaf besta og við komum flest af fólki sem ekki bjóði mikil menntun og þá teljum við að hag barnanna sé best borgið með langskólamenntun bóklegri en nú eru í rauninni, það eru svolítið aðri tímar. Það hefur orðið menntun. Ég veit ekki með gæði háskólanáms, ég þekki það ekki nógu vel en ég veit að það átti sér stað mikil til dæmis einhverna verðbólga af því að ég nefnilega þótt ég kláraði ekki háskólapróf á 9. áratug síðustu aldar þá tók ég allmarga kursa og ég fullyrði það að þegar ég hef svo aftur háskólagöngu þarna 2009 að þá fær maður miklu hærri einkunn heldur en maður fékk þarna þessum áratugum áður fyrir jafnmikla vinn og fyrir raun að mér fannst jafn gott verkefni. Já. Svo þetta einkunna gjöf sko, ég hef stundur sagt frá því að þegar ég var í kennarskólanum á sínu tíma þá vorum við að gera einhverja bókmenntarritgerð og ég átti að taka Davíð Stefánsson það var Tómas Guðmundsson og ég lagði hellingsvinnu í það og skrifaði einhverja langa og mikla ritgerð og fekk fyrir hana bara ágæð, ég held hvort það var 8-5 eða eitthvað, það var allavega mjög góð, ég var mjög ánægður og ég fekk þessa ritgerð tilbaka þar sem að búið að króta við þar sem ég hafði ekki stafsetningi var ekki upp á 10 Frændi minn sem var í Verslunarskólanum á sama tíma fekk sama verkefnið og ég lánaði hann ritgerðina mína og hann skrifaði hann upp leiðrétta og skilaði hann inn. Hann fekk einhverju 3 eða 3,5 lægra fyrir ritgerðina heldur en ég og ástæðan var svo kennarinn sem var að kenna mér, hann hafði dálæti á Tómasi Guðmundsssyni en ekki kennarinn sem var að kenna hinum. Ég hef heyrt svona sögur og ég hef líka heyrt að sko ef það munar 3 í einkunnagjöf á sama verkefninu á milli tveggja skóla þá getur það líka skýrst á dálæti kennarans á nemandann. Já, það er svo sem. Þannig að þetta er nú svona, þetta er út allt. En ef maður tekur svona, það er mjög skemmtileg saga þegar ég var að kenna upp á Kleppjárnsreykjum samkennarinn minn mikill humoristi og það kemur kennaranemi í æfingakennslu og hann kennaranemi fer eitthvað að bera sig upp vandamál sko þessi svo erfitt að gefa fyrir ritgerðir þetta er svo matskennt sem er alveg rétt og þessi samkennari minn hann sagði ég nota bara sömu einfalda aðferð ég fer bara upp á heimavist og hendi ritgerðunum í tröppurnar og sé hvað er að lenda og svo gef ég bara einhvern eftir því og svo spauðið áfram því að þá sagði kennarann en hvað gerur svona ef eitt blaðir hangir á milli trappa og þá segir hann
þá fer það bara eftir í hvernig við líka við mömmuna, hvort ég hækka upp eða lækka. Þetta er svona ákveðin gálgahúmor en svona segir svolítið held ég þetta einhverjum kerfi allt saman. Það sérstaklega í svona greinum eins og þessar sko, það sem þetta háð mati en hérna en svo náttúrulega með þessa menntun og hvert ég til dæmis ætlaði ekkert að fara í kennaraskóla. Nei. Þegar ég útskrifast á landsprófi 1968 þá var algjört hrun á vinnumarka á Íslandi. Þá voru iðnaðarmenn að flytja til Svíþjóðar og jafnvel Ástralíu í stórum hópum. Ég ætlaði að vera rafvirki. Það var mín hugsjón sko. Og svo bara hvergi, þú veist, þá þurfti maður að komast á samning og það var hvergi hægt að komast að. Svo bara komum við þarna fram í ágústmánuð þarna, þá sagði pabbi að hann væri búinn að hringja í Dr. Brodda og ég væri búinn að fá inn í kennaraskólan og ég gæti verið þar í 1 ár og meðan við værum að sjá hvernig þetta þróaðist allt. Það var nú ástæðan fyrir að ég fór í kennslu og svo náttúrulega þegar maður var komin á stað og þá kynntist maður lendi inn í skemmtilegu nemendahópi og bara kynntist góðu fólki og bara þannig að þá var teningnum kastað, það sem pabbi kastað honum. Já, skemmtilegt. En var ekki voðaverk að stytta framhaldsskólan ár, hefðu ekki frekar átt að klípa af grunnskólatímanum? Ég átti yfir höfuð að klípa af einhverju. Þetta var náttúrulega mjög ég var í formennsku þegar þessi umræða aðalega í gangi og þá var þetta svolítið svipað eins og þegar umræðan var að flytja grunnskóla frá ríki til sveitafélaga. Það að segja ætlaði kennarsambandi bara að vera á móti og sem sagt eða ætluðu við að hafa einhver áhrif á með hvaða hætti þetta gerðist. Af því það var auðvitað búið að ákveða að gera þetta. Og ég held að bæði með grunnskólaflutningin og styttinguna að kennarasambandið hefði aldrei getað stoppað það eitt og sér sko. Það var bara þessi pólitíski vilji og ég var nú það er nú svona dæmi pólitíkina sko að því það kom nú einmitt, ég var að lesa einhvers staðar inn á samfélagsmiðlum að einn fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins og ráðherra hann skrifaði eitthvað í þá veru að þessi stytting á framhaldsskólanum hefði verið, ég man ekki hvort að notaði voðaverk eða alveg bara fáránleg en það var ríkisstjórn Framsóknarflokksins sem endilega tók þessa ákvörðun að stytta framhaldsskólann, ef ég man rétt. En Illugi maðurinn sem við svona stimplum, það ekki? Jú, sko, og þegar ég var í þessu á sínum tíma, þá var Þorgerður Katrín menntamálaráðherra og við áttum marga fundi út af þessu og tókumst á en sem sagt niðurstaðan var það allavega sú innan kennarasambandsins að reyna þá að hafa áhrif með hvað hætti þetta væri gert en mín skoðun svo að það átti ekki að gera neitt það átti bara að halda þessu grunnskólanum eins og ef ég hefði fengið að ráða þessu þá hefði það ekki verið. Nei, og mér finnst synd að fylgjast með þessum krökkum mjög anríkt. Já, ég held sko að þetta líka bara hefur áhrif á eins og komst skýrt fram hjá nemendunum sjálfur sko partur af því að vera í framhaldsskóla það félagsstarfið. Akkurat. Og það gott félagsstarfi framhaldsskóla rosalega þroskandi. Já, að þroska sem manneski ekki bara nemandi. Akkurat. Og þannig ég held að en hvort að það sko ræður úrslitum hvort með lesa Laxness eða ekki ég veit það ekki sko en það í raun ekki þetta stytta skólagöngu öðruvísi en að skerða eitthvað. Og það voru ýmsir sem að héldu því fram sko að það þyrfti ekki að skerða neitt. Og það var það bara ákveðin yfirlýsing að það væri ekkert verið að vinna vinnuna eins og ætti að gera. En ég held að í dag hljóti allir að vera sammála það að þarna hefur orðið skerðing og ég held að akkurat þetta með sko þetta félagslega við að vera í skóla á þessum árum það rosalega þroskandi. Svo voru þessi megin rök að þetta væri krafa atvinnulífsins og við myndum spara svo mikinn pening með að koma þeim fyrr á atvinnumarkaðinn.
Það eru ótrúlega mörg börn sem að bara, eða ungmenni, sem að upplifa það að þau hafi verið bara í maraþonhlaupi og hafi haft svo mikið að gera árin sem þau voru í framhaldsskóla að þau taka sér árshlé og þá það farið, þá svo röksamt farin. Þessu utan að það náttúrulega alltaf hæpi þegar varðar lýðheilsulegar og mentalegar ákvarðanir að einblína á hagsmuni atvinnulífsins. Já, og það alveg rétt sko, og það líka svolítið umhugsunarvert sko, að þegar þú ert með atvinnuleysi sem að vísu sko á Íslandi kannski ekki hátt með við það sem að sumstaða gerist, en það alltaf einhver 2, 3, 4 bara virðist vera undirliggjandi. Þá getur maður sko dreigð það ályktun að það vantar ekkit endilega sko fleira fólk út á vinnumarkaðin, það þurfti ekki að grípa til þess að fjölga á vinnumarkaði. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að þetta sé svona, þetta hafi kannski ekki verið alveg hugsað til enda hjá þeir sem að börðast mest fyrir þessu sko. En ekki gott að vera farin að fullorðnast og geta rantað hvað sem og ekki kostur sem fylgjast því að eldast og fara úr eldlunni svona dagstaglega? Það er það virkilega og ég náttúrulega svo heppinn að heilsan hefur verið pínu lagi og mér hefur bara ekki orðið misdægjurt, ég veit ekki síðan hvenær, það er komin óratími síðan og bara til dæmis, ég hef aldrei séð heimilislæknir minn, svona aldrei nokkuð tíma. Þannig að ef að heilsan er í lagi, þá er bara fínt að eldast og maður, það koma alltaf eitthvað upp í hendurnar á manni þar sem manni býst að gera eitthvað og láta gott að sér leiða. Þú ert léttadrengur hjá Indriða á Skjaldfönn í Sauðburði, ekki satt? Já, ég er búinn að vera það síðan 2011 og farið þangað á hverju ári. Já, er það ekki skemmtilegt? Jú, það er oft líflegar umræði við eldhúsborðið þar. Flottur kallinn. Já, hann liggur ekkert á sínu skoðunni. Nei, hann gerir það ekki. Hann gerir það ekki, sko. Hann er nú búinn að fækka verulega við sig, þannig að ég er búinn að finna mér nýjan stað líka, sko þannig að aðeins sunnar á ströndunum í miðhúsum í Kollafirði, þar hef ég verið núna síðustu 2 árin og líka Smala á haustin. Og svo hef ég verið að elda og í Smala á Arnarvatnsheiðinni síðustu haust. Þannig að það er alltaf eitthvað og svo grípur maður í svona smíðavinnu. Þannig að, þetta er bara fínt. Þetta er bara mjög gott, eins og segi, ef að heilsan svíkur ekki, þá er bara fínt að verða gamall. Það er ekkit allir sem fá það. Nei, ég heyrði einhvern tímann að einn af okkar þekktari útvarpsmönnum í áranna rás, Ævar Kjartansson, hefði gaman að kynna sig sem smala. Hann væri fyrst og fremst smali. Og kannski eru við fjölmiðlamennir það líka stundum. Við erum að reyna að smala saman einhverjum upplýsingum og reyna að gera eitthvað úr hverjum degi. Eiríkur, þakka þér kærlega fyrir að koma hér í heimsókn til okkar og ræða menntamál og svona aðeins fleira, daginn og veginn. Og þótt það sé langt síðan þú gengdir þessari samfélagslegu ábyrgð sem þú áður hafði, þá held ég að sé mikill akkur í því að við fáum svona reynslubolta eins og þig við og við að þessu borði til þess að leggja til umræðunar. Takk fyrir mig. Takk. Já, og þá er þættinum lokið hjá okkur í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhorfendum kærlega fyrir samveruna. Við verðum hér aftur í loftinu á morgun, fyrst í beinni fréttaútsendingu og svo höldum við áfram að færa ykkur alls konar þjóðmála umræðu. Vonandi hefur ykkur hugnast það sem að við færum fram og ef ykkur hugnast það mikið, sú dagskrá sem við bjóðum ykkur, þá getið þið gerst áskrifendur með því að fara á samstöðin.is og finna þar napp þar sem ástendur áskrift. En þetta er búið hjá okkur í kvöld. Takk fyrir samfélgina. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.